Are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 1. mars. Bjórdagurinn mikli, bjórinn orðin 30 sem að, við bara óskum honum innilega til að hafa mikið með það. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti F95 Blöð hafi göngu sína þennan yndislega dag. Það reyndar kannski ekkit yndislega, það skýta rigning og viðbjór á höfuðborgarsvæðinu, en samt engu að síður geggjaður dagur því að hann komin aftur, hann Egill Einarsson eftir þetta bakpokaferðalag sitt Manchester. Hann situr í sínu sæti og í sætuna Steinda situr litli bróður þáttarins Rikki G. Ég ætla að byrja þér, Rikki, verður velkominn. Takk að þið fyrir. Það þú varst nú með okkur í síðustu viku líka. Já. Og kemur sterkur inn í þessari viku því að þér dætti í hugur nýr dagskráliður. Dagskráliður sem ég held að muni falla vel í kramið. Já, það eru ástabréf. Hárrétt. Og við komum nú betur inn á það eftir, en ég og þú höfum báðið skrifað ástabréf áður. Það er alveg hárrétt. Það er svona 22 ár sín ég skrifaði mitt síðasta. 22 ár, já. Hver fekk það aftur? Stelpa sem bjóði liðin á mér. Nei. Herðu, talandi að sé afmæli bjórsins. Free beer. Kemur ekki Garðar hérna frá Ölgerðinni með 4 kassa af Túborg. Wow. Er ég komin að þjóðatíða? Þetta getur verið hættulega þáttu. Það er kassa á mann. Shit. Eða má einhvern tíman sulla í bjóri í útvarpið þá vantar í dag. Já, 1. mars og líka á 30-sammalinn. Já. Er stóramali? Bara takk fyrir okkur, Garðar. Það er hérna mækurinn. Ég ætla að spyrja það innu. Fyrst þú ert nú að koma þetta með kassan okkur. Túborg, var hann komin til Íslands árið 1989? Já, hann sérst einn af 2 bjórum sem hafa verið að markaði frá 1989. Hver er hinn? Egil Skull. Við fórum hættum að flytja inn Túborg, fórum framlegan, hann kom smá stopp, en það ekkert að tala. Hann þessi bjóri jafn gamall og Richard, basically. Ég er ekki 89 módel, ég er 85. Þú er 30, Richard. Þú ert aðeins eldri heldur en Túborg á Íslandi. Aðeins eldri. Herru, þetta er veistla, þetta verður hættulega þáttur. Takk kærlega frá okkur, Garðar. Verður ykkur að góðast okkur. Takk fyrir að sömu leiðis. Við þurfum að, það verður opnað einn ískaldur Túborg hér eftir smástund, það er nokkuð ljóst. Hvað var þess að gamall 89, ekki? Ég fættur 85, 89, það var í 4 ára vantala. Þannig að Fyrst að spyrja. Tókstu þinn fyrsta, þú varst 4 ára? Nei. Og það blöytur í dag, það er ekki komið gilsanum á orð. Nei. Býtu, ef þú fættur 85, hvað varst þá gamall 89, ekki? 4 ára væntalega. Ég er ekki að mathlete, sko. Þannig að ég er bara störði. Já, en þetta er svona, þú þarft ekki bara mathlete til að áttaði á því að hann er 4 ára þarna, sko. Gils er að jafna sig eftir óregluferð. Ég var 9 ára þarna. Ég var byrjað að drekka þá. Talandur, þú varst ekki byrjað að drekka 9 ára. Nei, reyndar ekki. Það er skrítið og sér byrjað að drekka 9 ára þegar þú sagði nú að vera í skotbolta þar til þú varst 20. Gástu fullur í skotbolta þá þarna í Kópavoginum. Dýrunarskóla. Varst í skotbolta 20 ára? Það er sko gaman í skotbolta. Varstu 20 ára í skotbolta? Ég var í dodgeball 20. Ég er dodgeball meistar í Kópavogi, Richard. Ég get tekið þér, Richard. Ég myndi negla bolt í bumbunar og myndi vita hvað var að frétta. Þú myndir ekki bara lítu upp. Alltaf koma högg í magan að þér. Hann er það góður í dodgeball. Þú myndir aldrei sjá boltan koma. Ég myndi ekki sjá hann koma, hann myndi bara festast inn í bumbunum kannski. En talandi afmæli bjórsins, fekkstu verið eitthvað bjór í þessu bakpokaferðalaginu þarna Manchester Egil? Já, veistu, ég fekk mér nokkra. Já, þú varst í 3 daga, första lögðu og sundag. Já, málið að ég segi hver ég tók mesta bjór. Það var þegar King Jói Berg græjaði okkur félagann í The Players Lounge. Já, Burnley Turf Moor. Þegar við vorum að horfa á Spursleikin. Og við vorum að græja okkur í The Lounge. Og það var okkur yndislegasta kona sem ég æfinni séð sem bara, þegar var nokkuð sentimentar eftir að bjórnum þá mættum með glæni í það voru svo girnilegi bjórar, það var svo mikið, það var sunshine. Það fínast að veður í Breitlandi helgina. Gott veður hjá okkur. Það var geggjað þeim. Ég sá líka þegar vorum við geggjað útsinni í þessu herbyggi hjá okkur þarna. Já, ég sá bara vegg og glugga. Vorum ekki með Ocean View. Sko, þegar þú ert að fara á fótboltaleik með viniðinum, þá þarftu ekki Ocean View. Þú ert að sulla allan tíman. Rikki, þú er aldrei komið til Bandaríkjanna, þú skilur þetta ekki. Hóteli skiptir ekki það miklu máli. En ég meina, það er samt óþæra 3 þurfa að vera í sama rúmunu 1 og 20 á breytt. Það er reyndar, hvaða gýringa áttur það? Ég gisti á föstudeginum með Mike og Sigga Sörens í 140 cm breiðu rúmi. Og ég er bodybuilder. Þú veistu hvað var erfitt að komast fyrir þarna. En segðu mér annars sem ég er meira áhuga að heyra. Hvernig var stemmingin á leiðinni heim? Hversu þreyttur voru menn á mánudegi að ferðast eftir 3 daga? Sko, mér varst ég að vera furðugóður með að ég er old piece of shit. Já. Og 3 daga helgi tekur og líð út old piece of shit, sko. Já. Hvað voru sagði mörg orð á flugvellinum og í flugvellinu á leiðinni heim?
Sko málega, ég og Mike vorum ágættir. Hjöppi var aðeins þreyttari. Eða þú veist, þreyttari, hann bara að reyfa aðeins meiri í höpanum. Já, Hjöppi höndlar ekkert svona þreykja þetta. Nei, veist, ég og Mike vorum harðari. Já. Hann ekki alveg jafn harður og við félagarnir. Nei. En hann var samt, ég sé Hjöppi verri samt sko. Já. Við vorum skynsamir sko. Þetta var hérna í stað að vera að fara á okkur klúbb og vera með vodka Red Bull aðeins til 6 á morgunin og tókum bara steik og raut og drulluðum okkur svo upp á hótel miðnætti. Það voru meir í dagdrykkinni. Já, það fylgir bara að vera old piece shit. Tvítuðu gilsi hefur verið Ég finn alveg sjálfur þegar ég er að fara út. Þetta er ekkert eins og þetta var í gamla daga sko. Minn maður blöði miklu harðari. Hann var ennþá bara í partí á leiðinni heim í vélinni sko. Það er svoleiðis. Nei, ég er eitthvað rugglar. Ég hef aldrei drukkið á leiðinni heim. Hvað ert þú að bulla þetta? Ég er bara nóg að bjórin kom inn í stúdíu og þá ertu orðin fullur það. Getur verið vitlaus maður. Herru, hérna, en við erum með rosalegan þáttandekur í dag. Eins og við komum inn á hann, þá er King Richard með nýjan dagskrárlið sem heitir Ástarbréfin. Við sömdum ástarbréf til hvers annars. Gott koncept. Já, frábært koncept. Ég ránaði með Rikka það. Ég á að tjá Agli ást mína. Já, og ég á að tjá Rikka og Egill mér. Það verður eitthvað viðbjóður þegar ég fæ ástarbréfið mitt. Nei, ég er peppað fyrir Egill hefur nú vilt verið settlegur í þessum bréfum. Já, alveg rosalega. Ég væri til að setja íbúð og bíl undir og það kom inn á ástarbréfinu í þessi sköllóttur og ógeðsluður. Svo förum við myndur fyrir Cass. Rikki, þú sér það í dag. Rétt. Egill, þú ætlar að sjá hann hvort myndur frekar. Ég er með splungun í hann dagskrárlið hérna eftir sem heitir Hvor ykkar? Og síðan er ég með King of Beers út af 30 ramali bjórsins. Hvernig, sko, ég fór að hugsa það því þú sagði mér hérna á Instagraminu hjá mér að þú væri með King of Beers í dag. Hvað, vill ég vera konungur, verið þá konungur bjórsins? Já, ég meina, það er eitthvað slæmt. Er það ekki basically hver er mesta fyllibittan hérna? Þá er King of Being a Drunk. Að fíla einn og eitt kald en því það er ekki svona fyllibittan. Það hefur aldrei verið glæpur. Þannig að ég hefði verið gaman að sjá hvað tekur það. Richard Öfla, ég veit það ekki. Já, og svo erum við með, ég sendi Rikka í símtal sem ég gerði við Pétur Jón í síðustu viku og ég kallaði Rikki Graði. Hann tók graðamanninn hérna á röstinu. Þú ert ekki verið að spila það? Ég er víst að fara að spila það því að það er með því verra sem ég heilt. Nei. Og svo erum við líka með Gylfa Sig vondaði því að það klikkaði í síðustu viku og já, Gylfi Sig, hann var að setja 2 í vikunni, sjóandi heitur. Hann er hýrur. Þannig að þið fá að heyra þegar hann ringdi í Bláa lónið og ætlaði að fá, herbyggi frítt. Það var að vera að stekja hann og við nýttum okkur það. Eins og við heyrið, kæru hlustendur, við erum í gír, vonandi eru þið í gír, allir í stuði. 1. mars, það komið nýr mánuður, fögnum því með þessu lagi. Ég held að ekki verið fram hjá neinum sem að hlustar á þennan þátt vikulega. Þetta lag er í miklu uppáldið á mér. Ég held ég sé búin að byrja síðustu 3-4 þætti á þessu lagi því að þetta lag kemur mér í gýrin. Það er bara þannig. Gott lag. Já, ríkilega gott. Þið er að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur kjallaði fyrir það. Herðu Rikki, ég ætla nú að skála fyrir þið. Varst ekki að fá, samþykkt tilboð í íbúð? Það er alveg hárrétt. Það getur vel verið að Richard sé að fara að flytja sig set. Það er bara þannig. En ég ætla að vera áfram í hverfinu. En hvernig, ég verð að spyrja Það er ekki langt frá öðvingjónum. Hvert þetta fara? Álfkonukvarfið. Stefnir allt í það. Þar kefti ég nú bara mína fyrstu íbúð. Ég bjóð í Álfkonukvarfi. The Poop átti heima í Álfkonukvarfi. Það er svoleiðis. Það er mjög gott hverfi. Þetta virkar allavega mjög vel. Virkar vel á mig. Hvernig var hérna þegar þú voru að kaupa eða skoða nýju íbúðina? Var eitthvað vandræðilegt að voru að lappa fasteignasalánum með það? Nei. Það var ekki vandræðilegt. Var bara að sína ykkur íbúðum og svona? Hann var eitthvað ekki að sína okkur íbúðuna. Við fekk bara að fara til gæjan sem átti íbúðuna og skoða og... Hvaða fasteignasalega þetta að vinna með? Ríkar vinnur einhvers með það besta. Hvað notar í þetta verkefni? Að selja mína íbúð, þá er það King Snorri Sturluson á Dómus Snorri. Já, Snorri Björn Sturluson hjá Dómus Snorri. Það er lang besti fasteignarsali landsins og það vita það ekkert margir íslendingar þetta en hann er svo besti. Líka rosalega löffræðingur. Já, ég treyst honum 100% Þetta er svona fáum fasteignarsali sem syngur ekki með raskatinu. Það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og veistu að Egill, þú verður svo sáttu með slúðurpakka dagsins. Sérstaklega eitt slúður. Þú bara, ég held ég á ekki bara að byrja á því. Ég bara, þú veist, sérðu hvað, ég stend, ég er það peppaður. Já, veistu hver er í fyrstu slúðurpakkan? Grunar sem Stephen Baldwin. Nei, það er Sylvester Stallone. Wow! Já. Það er svoleiðis. Hann var... Það er Sylvester Stallone. Ég held að Sylvester Stallone har aldrei verið í slúðurna. Hvað var sá meistar að gera? Sko, hann var í viðtalinu á dögunum sem hann var að ræða ferilinn og hvað það er betur mátt fara og hvað hann hefur gert vel og eitthvað og kom svo inn á, ég veit ekki hvort þú vissir þetta en það er að koma Rambo 5. Já, ég veit allt um það. Hann er bara búin að posta svona 6.000 myndum á Instagram. Núna 2019 kemur Rambo 5 73 ára og hann var að tjá
var að sjá sig í þessu viðtali að þetta yrði síðasta Rambo-myndin. No Ég vona shit, ekki. Sherlock. Ég vona ekki síðasta Rambo-myndin, hann er 73 ára árunir ég að horfa á hérna sko. Veistu hvað þetta er gott fucking TV og leiðin í bíó og nýja Rambo-mynd, það er ekkert skemmtilegur. Er Rambo komin í göngugrind eða? Nei, hann er vantalega bara kúreki hérna on his ranch Veistu hvað hann fjallar myndin? Ég ætla hann bara að segja ykkur það. Hann er að Vietnam War veteran John Rambo. Hann teams up with a reporter to save a kidnapped girl from a vicious drug cartel in Mexico. Hann er að fara að bjarga einhverja stelpu sem að var rænt af kartelun í Mexico. Hljómar eins og Steven Seagal mynd. Ef mér er rænt og ég myndi heyra að vera 73 ára gæði sem ætla að koma að bjarga mér, ég myndi ekki vera bjálsitt. Já, ég verið að segja formið sem meistar í, þó að saman hvað kennendalan hann segir. Hann er rosalegu standi. Nú verður alveg hinskinn. Málega, hann er búin að posta miljón myndum á Instagram, ég er að followa þetta sjálfsögður meistara og hann er búin að plugga nýju Rambo-myndin í svona 6.000 sinnum og hann er greinilega með kúrekahattinn on his ranch. Ég held að ég var að segja fréttir að vera komið nýja Rambo. Nei, ég veit hvernig kemur nýja Rambo-mynd sko. En þetta geggja slúður það sko. Að vera með slæðist og lónið slúruna, það er mikil heiður sko. Þeir sem heitir bíó heldur það er þetta straight to DVD. Þetta er Rambo í bíó. Býta þess Þetta er Rambo í bíó. Já, hún fer í bíó, þetta er retard. Rambo 5 á leiðin allavega, þá vitið það. Sko, fyrst að við erum að fara hér yfir gamlar hetjur og þá ætlum ég að fjalla Luke Perry næst, en það er nú ekki alveg af góða fréttar á honum. Hvað hétt hann aftur í... Hann er Dylan McKay. Dylan McKay, Beverly Hills. Það var minn maður. Hann var líka minn maður, en það reyndi ég eftir honum að kissa stelpu eins og hann gerði í þáttunum. Hvernig gekk það aftur? En hann er 52 ára, hann var að fá slag og var fluttur á spítala og þetta er víst alvarlegt. Þannig að, já, ég er ekki annað með. Hjartaáfall eða heilablóðfall? Stroke, segir, já. Heilablóðfall. Heilablóðfall. Og hann er ekki nema 52 ára, þannig við óskum honum alls þess besta. Hann var, eins og kom inn á, hann var alltaf minn maður í Beverly Hills. Vorum að jafna svo því ég sé meistari. Ég harðu Steve maður. Steve, já. Hann var alltaf svo hress. Hann var alltaf mjög hress með krullumar. Ljósarður hress og flipparinn. Fekk líka geggjaða bíómyndur og góð hlutverk eftir þættina. Fór hann ekki einu sinni sleik í öllum seríunum sko. Góða punktur. Var hann? Nei, það var David var með Dana. Já, Brandon var svona. Luke var það sko Dylan alltaf kvistlaði alltaf illa svalur. Var í baráttu við alkohólið og svona. Og líka geggjum gallaböksum. Svo Björnlinu leikari sem er mjög góð vinur Gilsarars, hann kvistlar allt líka. Ég held að hérta hann tala hátt eða svona skræka þetta. Já, þetta er eitthvað sem maður ætti að fara að skoða. Sælir. Það er svona. Svona. Hvað er þetta kalli? Þetta er sexy look. Já, þetta er, ég ætla að fara að kvistla. Byrjaði þessu. Sætla eftir Gilsari. Svona nákvæmlega svona. Já, ok. Ég er bara sjaldan segið ég er sexy. Það er ekki. En svo ætla ég að enda slúðrið á honum Ryan Seacrest sem flesti þekkja nú úr American Idol. Sæði mér að segja skít eitthvað. Ég hata hvað hann er fullkomin. Það skeit. Hann hætti með kærustunni. Það skeita. Já, hann er hættu með henni Shania Taylor. Þetta var staðfest og eru búin að vera saman. Var hann ekki í limonum eða? Er ég að rugla? Var það kærustu? Akkur held ég að vera í limon. Það hefur verið þú ert ekkit, ég ætla að gefa það, þú ert ekkit alveg off point þarna því það hefur fjallað það hvort hann sé að tjálta báða megin við lækin en hann hefur aldrei staðfest að hann sé í limum eins og þú orðar það og var í sambandi með stúlku. Þau eru búin að saman í 3 ár, hann er 44 ára, hún er 29 ára, þannig að hann var svona smá aldursmunur á þeim. Hann er 44, hann er eins og Gísli Marti, djöð lítur hann vel út. Hvað var hann gamall en hann byrjaði að Idol 2002? Þannig, það er bara 20. Rosalega hugulur. 23 ára. Og hvað heldur að fara í næst, svona þitt faglega matuðun? Erstu að tala hvort hann fer í konu eða kallmann? Já, ég bara svona, hvað setja fyrir næst Seacrest? Ég menn, hann vil meina að hann sé straight, þannig að ég ætti að setja pening, að þá myndi ég setja pening á að hann færi í kvenmann. Ok. Þannig að þetta var slúðupakki dagsins. Þetta var, þó ég sé sjálfur frá, bara þrjusu pakki. Þetta var líklega þinn besti, þú varst með Sly Stallone. Já, ég hef ekki verið með Sly áður. Þetta var þinn besti pakki. Við óskum, Luke Perry allsins besta. Því að, eins og ég kom inn á hér aðan og hef kom inn á áður í þessum þætti, þá apaði ég eftir honum sem úrlingur og kannski ekki my proudest moment, en hann hafði það mikil áhrif á mig að ég reyndi að fara upp í næsta hverfu að kissa stelpa því að hann kisti Kelly þannig í einu þætti. Viðbjóður. 1. mars á Bastard. Í tilefni að 30 ára afmæli bjórs á Íslandi verða tilboð frá 12 hádegi til lokunar. Bastard. Gull létt öl. Go Snow. Hann opnar aftur í eina nótt. One night only. 9. mars.
í samstarfi við FM 957 og Finlandia Vodka. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Til hamingju Ísland. Fögnum bjórdeginum með 30% afslætti af öllum íslenskum bjór á krana í dag 1. mars. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Hvað ætlað þú að verða þegar þú ert orðin stór? Auðveldaðu þér námsvalið og kíktu á okkur í HR á Háskóladaginn 2. mars frá klukkan 12 til 4. Tax-free af öllum vörum í öllum búðum. Rúmfattalagarinn, aðeins ódýrari. Hann 30 í dag. Til hamingju. Já, þakka þér fyrir. Tilboði tilefni dagsins á Ölver, hressingaskálanum og kofanum. Bara Víking. Léttöl. Rjúkandi nautakjöt á glóðuðu brauði með gómsætri bernesósu. Fáðu þér alvöru steika samloku á Subway. Sjáumst á Subway. Nú eru sófadagar í Tech og Habitat. 10-40% afsláttur af tungusófum, hornsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Tech og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Það veisla í vændum. Stöð 2 Sport verður í beinni frá Santiago Bernabéu í hinum eina og sanna El Clásico. 2 af bestu liðum heims í klassísku einvígi. Real Madrid, Barcelona, laugardag klukkan 19:40. Stöð 2 Sport, besta sætið. Munum hádegistilboðin Nings. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Miley Cyrus og Mark Ronson með Nothing Breaks Like a Heart hér í FM 95 Blö. Það er hugur í okkur drengjum. 1. mars, nýr mánuður og þó að veðri, sko, það var eitthvað skamma með daginn. Spurðuð mig hvort ég væri ekki sjálfur af landsbyðinni, af því að við tölum alltaf bara hvernig veðri er hérna í bænum, en það er af því að við sjáum náttúrulega ekkert hvernig það er út á landi. En fyrir ykkur sem er að hlusta út á landi, þá get ég kætt ykkur með því að það er viðbjóðslegt veður hérna í bænum. En ég meina, þú veist, er samt þetta kvarta yfir veðrinu núna þó þessi rigning eitthvað, það er samt 1. mars, það er ekki frost, snjór og eitthvað ógið. Reyndar, ég geði það, góða punktur. Annars eigum við ekkert að vera mikið að ræða veðri, því að eins og Hjöppi sagði, í gamla dag var þetta bara sex, drugs and rock'n'roll, við vorum ekkert að spá í veðrinu. Góða punktur í honum. Það er ekki einn sól á þróttaramerkinu núna eiginlega. Nei, sko, það er að þreyta. Það er bara... Það er ekki sól á þróttaramerkinu. Það er rigning og allt grátt. Haldið að sumari verið gott eða? Það getur ekki verið verra en síðasta sumar, ég get lofaði því. Nei, ég náði 3 held ég æfingum í Sport to Speech sem er útigefnið í sportsinu síðast sumar, 3 æfingum. Það er aldrei verið svona lélegt sko. Þetta var lélegasta sumar á all time. Ég vil ná allavega 45 æfingum næst sumar. Ok, gefi okkur 1 mánuð, þá er ég góður. Við tollurum hvort annan fengum 11 stegi hitt og spilum golf sko. Já, það var ekki mikið golf. Þið golfuðu samt ágætlega ekki? Jú, maður klæddi þessi bennast betur. Það er hins vegar komið að nýjum dagskrárlið. Áður við förum hér að lesa ástabréf til hvers annars, að þá er ég komið nýjan lið handa ykkur drengir. Okay. Sem ég ætla að prófa að sjá hvernig hann fer í ykkur og landan, og við höldum kannski áfram með hann ef að vel gengur. Dagskrárliðurinn heitir Hvor ykkar? Já. Ekki flókina. Þetta er á þessum tíma dags erum við oft með hvort myndur frekar, en þessi dagskrárliður heitir Hvor ykkar? Og ég ætla bara að henda mér í fyrstu spurningu og þið báðir að svara. Og ég veit ekki hvort að ég komið með mitt innlegg, við sjáum til bara hvernig gengur, hvort þessu sammálið ekki. Ég veit ekkert hvað er að fara í, en hvað er með það? Ég ætla að byrja, hvor ykkar er blautari? Sko, núna í dag? Nei, bara í lífinu. Sko, ef við talum síðustu 2 mánuði, þá er Rikki bara búin að vera þurr. Já. Í átakinu sínu. Hann er búin að vera á 1.000.000. Þannig ég er búin að vera blöðar alveg 100% sko. Já, en svona ef við tökum síðasta ár. Spóla kannski árið þar og mánuð þar undan. Þá myndir Richard pakka mig saman. Nei, ég myndi aldrei pakka þér saman. Slakað á með það sko. Aldrei pakka þér saman. Já, ég er bara Egil, ekki að íkja svona svakalega. Ég er í sagði, mér er þið pakka saman. Ég er kannski aðeins, en ég myndi aldrei pakka þér saman. Já, síðustu 2 mánuði er ég the winner. Já, en ef við tökum 10 mánuð undan því, þá er Rikki þá er mér pakka saman. Nei, ekki pakka saman. Ég er kannski aðeins fyrir ofan. En við höfum það á hreinu. Ég myndi ekki pakka þér saman. Ok, þá vil ég bara fara hreinskilnisvar. Rikki, byrja á þér. Bara í lífinu, þar til dagsins í dag, hvor ykkar er blautari?
Í lífinu? Já. Egil 100%. Er það? Þú veist, þetta er bara svona nýlegt hjá mér að vera eitthvað svona svona fullur? Ekki fullur, bara svona gera vel við mig. Vera svona fullur. Egil er búin að, sko, ég var að keyra Egil í partí því ég var 18 ára, sko. Já, ok. Og þá var hann mökkaður. Ég man ekki því, hvernig var það? Egil, ert þú sammála? Keyrðu mig og Kitta í partí? Já, akkurat. Ertu sammála því að þú sér bara blöytari í gegnum tíðina? Sko, eftir að Rikki byrjaði að drekka, þá held ég að hann sé búin að pakka mig saman. Þú veist, í fjölda bjóra myndi ég segja, bara líklega verið að pakka mig saman. Þegar hann var gólfað mikið og það er alltaf 5-6 kaldir, þá er ég bara í ræktinu og svara tölvupóstum. Egil, þú drekkur rauðvin eins og ég drekk vatn úr vasskrana, sko. Já, ég drekkur rauðvin, það gleipur það. Ég er bara með faglega mat, þú veist, síðustu 2 mánuðir ég þar og undan Ríkard. Ok, þá ætlum ég ekkert að fara. Þið eru ekki sammála, ég ætla að sjá hvort þið verðið sammála í einhverju spurningu. Næsta, hvor ykkar er heimskari? Shit. Það er nú, þessi þáttur er ekki frægur fyrir gáður. Það er enginn mjög gáðar í þessum þættum. Það er eftir líka hvað þú talar um. Já, það er mjög góð punktur. Sko, hvernig ætlar að mæla þetta? Þú veist, Egil er rátt til dæmis ekkert í Landeyjahöfn. Nei, ég get þess landafræði. Bara í lífinu, hvor ykkar er vittlusari? Kakkalakki er betri landafræði en ég held þeim, sko. Og Ríkard er mjög góð að rifja upp alls konar kjafta í fótbolta. Þekkir alla leikmenn í öllum deildum. Ok, býtu, ég er ekki að tala um hvor ykkar myndi vinna í trivial. Já, það er alveg málið, sko. Ég meina, þetta er bara, sér þetta með svona þessa tilfinningagreind. Hver er með mér harrið tilfinningagreind? Það ég er Ríkard. Þetta er svo margt. Þetta er ekki bara klift á skorið, blöð. Ég myndi til aldrei koma með potta fyrir 500.000. Ég held að myndi báðir skora mjög neðarlega á svona hefðbundu greindarstöltesti. Við báðum værum í gömpskalanum. Ekki kannski í gömpskalanum, slaka á, sko. Ertu basically að lýsa okkur bara eins og við séum bara... Nei, ég bara tala, við varum svona basic, svona eitthvað starffræði, greindarstöltest, eitthvað svona, kemur eitthvað þríhyrningar og gerðu þetta og við myndum báðu skýta þar. Já, ok. Þú veist meðan þessi báður í gömpskalanum? Við erum bara 70 til svona 89, 90 Hann sagði báðir. Já, ég veit það, en af hverju þetta draga okkur svona niður. En þú vilt meina að Egil sé heimskar en þú að því að hann kefti pottasett og 600 Nei, bara, ég myndi til og með að gera það. Besta fjárfesting sem ég gert, sko. Pottasetti? Já, það er ekki ekki. Saladmaster. Þetta er sér svona stáli. Hvað heitir það sér? Saladmaster heitir pottarnir. Ef við skulum orða það þannig að geggjaði pottar. En við erum langt frá því að vera gáðustu með þjóðurinnar. Ok, þið voru báðir sammála að vera vittlausir en hvoru vildi svara hvor er heimskari? Ég veit ekki jafn heimskipa Ok, jafntefli þar, fíla. Þá er það síðasta spurningin, þriðja og síðasta í nýjum dagskvölið sem heitir hvor ykkar og nú spyr ég, hvor ykkar er graðari? Það er Ríkard. Nei, það er ekki ég. Og hann átti að einu, Richard, að þetta er bara líffræði. Nú er ég vöðmingin að vera fertugur. Því ég var á þínum aldrei, það var í hristandi manda sólarhringin. Og það er búið í dag. Þú varst 35 ára? 5 ára, 34 varstu þá hristandi allan sólringin? Ég er bara að segja, þetta er fljótt að breytast. Þú ert að nálgast fertugt, bara testosterið líkamannu, bara það tekur nosedive. Og nú er þú in your sexual prime. Nei, ég er nú bara með mælingar í sem er hættulega lágan testa, sko. Þannig að ég er ekki beint sá graðasti, sko. Varst að fá það? Ég var í einhverjum svona heilsuvarsmælingum, ég var góður í öllu nema járni og ég með helviti lágan testa. Það er ekkert að segja ég sé graður, sko. Það getur maður að setja hans í Ríkard, græja smá testa. En samt, þú ert alveg graður eðlisvari. Ég er bara með venjulega náttúr eins og hvað aðrir, sko. Ég finnst Ríkard svona mála, ég hafa marga vinir sem eru mjög graður og sem minna graður. Ég finnst þetta Ríkard svona í svona efri mörku einhvern veginn. Já, ég er eiginlega sammála því. Mér finnst þú svona með við söguna sem er að heyra þér, ekki? Bara á stofuborðum og fasteignasalar og hangandi við gólstöðunum í sjálfur, þá myndi ég ekki segja ásett ógraður. Nei, ég var með þessi mann á Tenerife síðan, sko. Þú morðaði þannig, ég held að hann hefði stundar tölvert meira kynlíf en ég. Þetta var nýju dagslöfurinn hvor ykkar. Við fengum ekki mikið af svörum, en kannski verða það fleiri í næsta föstudag. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 með ykkur í dag Rikki, G, Gilsarinn og Blöð. Það er hárrétt hjá þér, Rikki. Já, þú ert ekki að opna í fyrsta sinn. Nei, og örugglega ekki í það síðasta, vonandi ekki. Nei, við skulum vona ekki. Það er komin tími á dagskrárliði sem við tókum upp fyrir í dag. Við langaði að prófa að ég senda Rikka G í það sama og ég sendi Pétur Jóhann í síðustu viku. En þú hefur greinlega farið inn eitt og út hitt þegar ég sagði við ætlum ekki að spila þetta. Jó, ég ætla bara að leyfa fólki að heyra hvernig þetta gekk. Þetta var
Ok, það voru nokkur sem vildi meina að graðimaðurinn Pétur Jóhann í síðustu viku væri besti graðimaður of all time af því hann fór inn í búð og var að leika graðanmann en það er ekki alveg að gott í sendi Rikka. Nei, en maður líka að spyrja einu ég veit ég saði símtölunan akkur þú fær eins og Jón Gnarri og gera eitthvað svona og Pétur og akkur þarf ég alltaf að apa þetta upp eftir þeim? Nú, því að eins og ég segi við þið bara hérna í símanum eftir að þú ert líka grínisti og ert gestur. Já, akkur ekki engir aðrir gestastjórnendur að gera þetta? Jú, alveg hellingur. Við skulum heyra þegar við sendum Rikka fyrir í dag í graðarmannin. Fara fram á meðan. Nei, kóngurinn er ekki. Já, þú ert kóngurinn ekki, það er allir að tala um það maður. Nei, þetta villu stalva, eða gefur það. Hvað er að gera þetta? Búið að skýta það sem að gera sko. Spitans. Rikki fara daskvartjóri Rikki sko. Hvað er þessu Rikki? Já, ég spurði það á hvort þetta væri tilbúið og það er já. Þú verður að rífa það í gang, Ríkard. Ok, má prófa þetta. Þetta er þetta. Já. Ertu annar ekki? Já. Ok, þú heyrir vel í mér? Já. Þá bara leggur á stað. Ég ætla ekki að senda það neitt langt, það er svo ógeðslegt veður. Ok. Farðu út bara hurðin og farðu á víetnamska staðinn að það við hliðina á. Nei. Þú manst alveg, nei, þú verður að fara á eitt stað, hann er ekkit verri en annar. Hvað er ég að gera þar? Nú það sem er tölum hann, taka graðamanninn. Ætlar að halda því bara til streitu eða? Já, við ætlum að tjekka hvort það væri bara Pétur sem getur þetta. Akkur, maður spyrja henni, ok, nú ertu með fullt af gestastjórnum okkur svona. Akkur þarf ég alltaf að fara í þess að liðin sem aðri grínistar er að gera? Því þú ert líka gestur og grínisti. Já, en akkur þarf ég alltaf að gera þetta? Rikki, ok, byrjaðu að róa þig. Ég heyra út smá stressaður. Eðlilega. Ertu komin að víetnamska staðnum? Já, ég stend hérna fyrir utan eins og ég veit ekki hvað. Ok, farðu inn á hann og byrjaðu bara að spurja ég stjórna þess, segðu bara allt sem ég segi og þegar ég segi verður graður og verður graðari þá þarf það að gera svo Pétur og verða graður og svo graðari og svona. Guð minn góður, ég tók ekki að vera að gera þetta. Jú, þú fær létt með það ekki. Ég bara spyrja hvað á matselinu með það. Já, farðu bara að spurðu, byrjaðu að fara að spyrja hann bara herði, eru þið með núðlur og svo bara stjórna þér. Guð minn góður, ok, ég er ofna. Ok. Það er fullt af fólki hérna að borða, sko. Já, ég elska það, gerir þetta ennþá betra. Guð verið með mér, Guð verið með mér. Halló? Farðu nær? Yes. How long are you open? Today? Yeah. We are closed 10 p.m. Oh, 10 p.m. Oh. Do you have noodles? Okay. Do you have noodles? Yes, we have noodles. Verður graður? I like noodles. I like noodles. What kind of noodles do you have? What kind of noodles do you have? You like spicy? Oh, yes, I like spicy. Yeah, we have noodles. Please spicy. Spicy. Verður graður? You get it. I'm sorry, I'm in the phone here. My friend says this is a joke. Guð minn góður. Ertu hættur? Ég get it ekki, ég lappa þetta staðnum. Hún horfði á mig eins og ég væri afbrotamæður. Ég er farin. Rikki, farðu inn í búðina, Vodafone búðina. Eða te og kaffi. Farðu inn í te og kaffi. Já, svo er ég búinn. Já, svo ertu búinn. Ok. Þú voru að vera nær viðmælandunum svo að heyrist betri þér. Spurðu svo bara hvort séu með latte. Góðan daginn. Eru þið með latte? Já. Einfaldan, já. Nei, ég er ekki búinn að panta, ég bara eru þið með latte? Vertu geðið graður? Ok. Graðari? Segðu ég elska latte. Ég elska latte. Vertu geðið graður? Sorry, ég geti þetta ekki. Ég er með uppsæðin á línunni hinn. Ég byrst afsökunar. Þetta er ógæst. Bara ekki ringja löguna. Þetta er búið. Ég fer aldrei. Vágátt lélur, Rikki. Þetta var Rikki G að reyna að eftir Pétur í síðustu viku. Þetta var ekki alveg afstert. Ég er mjög ánægður að ekki út að fara í þetta. Ég ætla bara að viðurkenna það að seinni konan, hún horfði á mig með svona actually hatursvip. Í alvörinni? Já, í alvörinni. Já. Ég var að gera í augun á henni. Við skuldum auðlýsingar, svo er það ástabrið. Rjúkandi nautakjöt á glóðuðu brauði með gómsætri bernesósu. Fáðu þér alvöru steika samloku á Subway.
Sjáumst á Subway. Hvað ætlað þú að verða þegar þú ert orðin stór? Kynntu þér fjölbreytt námsframboð HR og fá það að vita allt skólan á háskóladaginn 2. mars frá 12 til 4. Súrdeigs pizzubotnar. Black Box Borgatúni. Ertu búin að smakka Go-Go Snow? Ég sverða, enski boltinn er næstu því íslenskari en íslenski boltinn. Potturinn stefnir í 180 milljónir helgina. 1x2 laugardagar eru langbestir. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. B-O-L-A Bolla, brauð og kó. Er myglan að drepa þig? Pantaðu mygluþrif hjá Nostra ræstingum. Nostra.is. Biljartbarinn fyrir vinkonurnar. Biljartbarinn, Faxafinni 12. Sunnudag á Stöð 2. Tugir Íslendinga svipta sig lífi á hverju ári og eftir sitja ástvinir í mólum. Þetta eins og það eitthvað tekið úr manni og það bara hóla eftir inn í þér. Ný og áhrifamikil þáttaröð þar sem ég ræði við foreldra, systkini, maka og börn þeirra sem hafa fyrirfarið sér. Og þá hringi farsíminn minn. Mamma þín er dáin. Viltu í alvöru deyja? Fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2. Til hamingju Ísland. Fögnum bjórdeginum með 30% afslætti af öllum íslenskum bjór á krana í dag 1. mars. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Þetta uppáhaldsslagið mitt á Stöðum dag. Afmæli, bjórsins, 1. mars. Og Rikki, manstu hvað þú skamallur og drakst inn fyrsta bjórs? Ég held að ég hafi verið 18 ára. 18 ára, menn þú eitla. Ég held ég að verið 9 ára. Þegar ég smakkaði hann fyrst, sko. Já, ég var ekki bara fæk mér sopa. Já, ég er að tala um hvernig þú drakst hann og nöstast. Já, og fór og mökkaði mig. Nei, þá hef ég verið 14-15 ára. 14-15 ára. Það er komið tíma á dagskrárlið sem að heitir Myndir fyrir cash og það er Rikki G sem að sér hann í dag. Já. Og þetta er ekkert eitthvað sem við þurfum að áhugjur að Rikki, er þetta ekki bara nokkuð? Jó. Ég veit alltaf áhugjur þegar Ríkard stjórnar þessu lið. Þetta er svona nokkuð settlegt í dag. Þú hefur verið skrítið hjá honum, ég veit ekki. Já, mjög skrítið. Já. Ekki þú tala um neitt blöð, þú varst að tala um einhverja stellingar foreldra mínir og eitthvað svona. Þannig að ekki þú orða. Já, þú mistir að því, Egill, að Rikki vill frekar fara í kynlífsvinnu með pappa sínum heldur en mömmu sinni ef hann var að leggja í bíómynd. Og sagði það eiginlega pínu sem hann væri bara til í það, sko. Spes. Já, ég myndi frekar að gera það, en við ætlum bara að einbytta okkur á mínu. Var það síðast þetta? Það var í síðast þetta. Já, veistla. Við getum hlusta á hann bara á netinu. Ég held að hann hafi sagt orðrétt, ég myndi taka hann í doggi á gamla skólanum. Ha? Nei, ég sagði það ekki. Það var líka mjög spes að þú sagt það. Hann sagði það ekki, ég ætla ekki að vera 3 spurningar. Byrjum á fyrstu. Fyrir 100.000 krónur á mánuði í 4 ár. Þú ert að vinna alltaf svolítið með þetta eins og maður sé að vinna bara í launamiðanum hefur. Já. Þetta er samt svona, þetta er skemmtileg upphæð. Fyrir 100.000 krónur á mánuði í 4 ár, bara í cash. Mætti ég búa inn á okkur í 4 ár? Þetta er þú? Já. Bara basically þú ert að spyrja hvort þú mætti búa heima hjá mér og þú borgar 100.000 í leigu. Nei. Sko, ég myndi, fyrir mig væri þetta sko, frábær vinur blöð, takk kærlega fyrir þetta. Nei, herru, ef að konan Herru, þú ert fullt að herbyggjum í þessari penthouse íbúð, er ekki pláss fyrir Richard? Herru, orðan það þannig, ef að konan opna loksins augun og fatta hvað er í gangi og sparka þér og þá máttu koma heim til mín svona til að byrja með, en ég ætla ekki að vera með því einhver herbyggi 4 ár. Ég ætla bara að svara þessu, málega, getur þú sett sleða eitt upp hana, því að Áskir Kolbjörnsson var til þess inn og Áskir, getur þú aðeins sagt með söguna frá því að Rikki skeit í skaftahliðinni og þú komst að klostinu og hann var nýbúinn að hæja sér? Það reyndar sálfræðingurinn minn búin að hvetja mig til þess að gleyma þessu. Þannig að minningar svona djúft inni sem að skjóta upp kollunum öðru hverju. Ég veit ekki að ég var á mjög kolvetnaríkum mataræði á þeim tíma. Rosalega, sko, ég málega það að ég á mig opið munnin. Það var eiginlega verst. Það er það sem situr rosalega í mér. Ég gekk fram í og ég var á mjög vondu mataræði á þeim tíma. Þannig að Rikki, þú staðfistir þessa sögans Kolbs? Já. Ok. Ég er á góðu mataræði í dag. Já, sko, mataræði, ég held að þú hafi ekki verið á mataræði. Ég held að þú hafi verið búin að geta skít bara, Svo ég ætla ekki að vera að hlæja eitthvað þessu. Ég stundi fara á eftir í sporthúsinu. Ég ætla ekki að segja eitthvað það, sko. Það kemur vondlíkt með þessa sögu. Ég ætla Ríka sem geggjaður svona hundur til að hafa heima.
Það líkur bara svo ofan og horra á boltan. En þetta séu ágjörða. Ég myndi alltaf lefa blöð að vera heima á mér eftir auka herbyggi í 4 ár. Þetta mættur alltaf vera heima á mér ekki. Þú veist að tala um í 4 ár. Það er heldur mikið. Ég er að verða 50 þú fer. Það er fljótt að líða maður. Ég geti hjálpað til heima hjá þér og eldað og Þetta þyrfti að vera aðeins hærri upp að ég er að segja nei á þetta. Ég skal fyrir 200 mánuðir ekki. Það mátti búa heima á mér í 4 ár. Frábært, góðu vinnir. Herðu, númer 2. Fyrir 20 milljónir króna myndið þið hætta að þykja jafl það sem eftir er. 20 milljónir. Ekkert jafn það sem eftir er. Ég legg inn okkur 20 milljónir króna. Þá er það bara búið eitthvað neginn. Það sem eftir er. Ég segi já við því. Já. Blöð, þú elskar jafn. Hvað veist þú um það? Hvað í anskoðum þú? Þú er bara ekki hugmynd um það. Það var rugglaður. Ég vil bara taka fram hér við hlustendur að Egill Einarsson hefur bara ekki hugmynd um það hvort ég fíla það ekki. Einu punktur með var ekki sem þú svaraði full hratt eitthvað neður. Nei, ég fór bara að hugsa þetta að það er svo margt annað í boði að það eru 20 milljónir. Ég er bara að beða um að þetta er bara að tekja á borðinu. Já. Þetta er rosalega. Þetta er náttúrulega, þú voru átt af því að þú verður 20 milljónir lagður inn á. Það er basically eins og að vinna þinn fyrir 40 milljónir. Já. Þannig að já, ég líka aldrei að hlusta. Ég segi já. Þetta er rosalega. Spes spurningar það er ekki. Þú er frekar erfiðar sko. Já, því að þín eru alltaf svo heilbriðar. Er það ekki heilbrið að þér? En það er ekki með þetta. Já, hvort þú hefur verið á gestrengu og eitthvað svona. Ég held að þú sett búin að spyrja maður 300 sinn. Já, takk. 20 Ég þarf alltaf að hugsa þetta virkilega. Já, spurning hvor elskar það meira, ég eða hann. Nei, ég er 38 ára sko. Já, það hefur ekkert með það að gera. Blöð líka. Nei, þetta er að þú átt eftir blöð 60 ár. Já. 60 jafnlaus ár. Svaraði bara. Fyrir mann sem drullar peningum og þetta er 20M. Ég segja bara, mér finnst þetta bara eitthvað spes ákvörðun það. Þannig að þú ætlar að segja nei. Ég þetta miður hendan eiga á þetta. Já, ok. Herru, þá var það þriðja og síðasta. Já. Fyrir 50 milljónir króna í eingreiðslu. Ná, þú ert ekki alltaf að segja eingreiðslu. Já. Það er bara 50 milljónir. Mér er skott að heyra að segja eingreiðslu. Þetta er bara skemmtilega. Ég nenni ekki að þessi skipt niður og 10 greiðslu. Ok, Rikki, eigin fílar að þú skulle segja eingreiðslu. Þetta er eingreiðslu. Fyrir 50 milljónir króna í eingreiðslu. Myndið þið gefa systur ykkar erotísnudd í klukkutíma? Nei, það var vill að segja þetta maður. Aldrei, nei. Þetta fór frá því að vera skrítið yfir í mjög skrítið. Já, þetta fór eiginlega úr því að vera skrítið yfir í ógeðslegt. Ég er ekki að tala um það er ekkert kynlíf. Ég er bara út að borða með báðum systrum mínu. Þetta er miklu auðveldar að vera blöð. Hann getur valið úr systrum, ég og eina. Blöð getur valið úr systrum. Það kemur bara út á nákvæmlega saman. Ég held þetta sé þetta heimskasta sem þú sagt hérna í stúdíónu. Hvað systur myndi þú velja blöð? Ég bara myndi velja hvora þetta, sagði nei við þessari spurningu. Bara mjög létt svar. Hvernig virkar, ok, Rikki, þú ert kongurinn í erotísnuddum, hvernig virkar það? Hvað ert að panta að þú ert að fara að Ef þú pantar erotísnudd sem þú gert a gazillion times, hvað gerist þú labbarinn? Það gerist nákvæmlega 0 af því ég aldrei prófaði þetta. Segðu mér, hvernig virkar það? Ok, við erum ekki að vera að ljúga bara ég get ekki svara þessu fyrir að ég fæ vita hvað er erotísnudd? Erotísnudd, bara sýstíðin bara liggur þá nakin og bekk og þú nakin og þú ert bara nuttana með líkamannum. Þetta rugglaður. Er ég nakin? Guðminn góður. Hvað færði þessar hugmynd? Þetta er rosa. Þetta er alveg upphæðstrakar. Þetta er þú bæti úr með 50 milljónir á tíman. Tjáir okkur í síðustu viku og vilja gera kynlífsverði með pappaðinum og svo komið þetta. Hvað er að gera þetta? Herðu, við ætlum ekki að svara þessu ógeði hjá Rikka en ég minna á að miðasala er hafin á þjóðhátíð þetta árið. Farið inn á dalurinn.is og tryggja ykkur miðaendur er ódýrari núna í mars og þið getur heyrt þetta. Þetta er alvöru lag. Verður ekki kall. Vakna klukkan 6, fer í dalinn klukkan 6, heim úr dalum klukkan 6, en samt getur einhver gleymt, því að allt sem ég gerir fer beint í bankan, minningarna fara beint í bankan, reynsta fer beint í bankan. Enda er forsala hafin á dalurinn.is og það var staðfest í dag að annar þessara drengja, Frikki Dór og Flóni verða á þjóðhátíð þetta árið. Hvað hafið þið farið á marga þjóðhátíðir, drengir?
Ég farið svona 34 sinum. Já, við erum búin að skemmta þarna held ég 4 ári röð og búin að vera með þáttina þarna 7 ári röð. Ég er basically frá eigum, Richard. Þú byrjar að vera mökkar þarna blöð bara 18 ára ekki? Nei, fór fyrst 2001 að Svessi fór að syngja Andín sem leinigestur. Það var mín fyrsta þjóðhátíð. Og ég hef búin að vera svona 15 sinum á hennum blökum. Ég var þarna sem krakki alltaf líka. Þetta er sturla sko. Þetta er skemmtilegast partí ársins. Það er ekkert skemmtilegri í heiminum með þetta. Ég er búin að vera út allan heim að hella í sig. Þetta er ennþá, við setjum þetta á top 5. Þetta er á top 1. Er eitthvað samt skemmtilega þjóðhátíð þegar Sunshine? Nei. Það er helviti gaman yfir daginn. Þá er líka bara allir í svo góðu skapi. Mér langar líka að koma með hugmynd. Ég er að peppast fyrir þjóðhátíð hérna 1. mars. Mér langar að koma með hugmynd fyrir þjóðhátíðnend. Að byrja dagskrána svona 3-4 daginn og flauta hana af á klukkan 01:00 í staðan fyrir að byrja svona seint og klára klukkan 6 Þú veit bara svona net Tomorrowland í þetta? Já, minnst það bara skynsamlega að fólk byrja bara fyrr og þetta er búið fyrr. Það er bara ekkert svo heimsk hugmynd þegar þú verður átt verri. Það er hugmynd síðan með. Áður við förum í spurningakeppni Gilsarans og að lesa ástæðbréfin, þá ætlum ég að róa þetta hérna þessi stúdíón eftir þessar spurningar hjá Rick áðan. Það er alltaf að keyra þetta niður. Já, mjög eðlilegt. Og ætlum í spurningar staðreyndir. Fínt tími til að fara í þær og það er ein sem er hrossaskítur. Þið áttu ykkur á því. Þú tónir svo góður í þessu. Ég hef búin að vera í fullt af þáttum. Ég hef aldrei giskað á hrossaskítinu. Já, hann er líka blöður og betri í þessu. Hann er betri að búa til það manure. Man þarf að vera sniður nú. Manure. Ég fann að fela þetta eins betur. Er þið tilbúinir? Já. Og hlustandi með að sjálfsögðu taka þátt og ekki giska hvað það er hrossaskítur. Eru þið tilbúin hlustendur? Já. Þá byrjum við. Fyrsta sturlaða staðurinn dagsins. Rooster McConaughey sem er einmitt bróðir Matthew McConaughey skýrði son sinn Miller Lite og fekk frían bjór frá þeim í 1 ár. Já. Þetta hljómar eins og manure. Já. Hljómar eins og manure. Já, fá frían bjór í ár, skilja kannski Miller Lite. En gæti hann ekki hafa bara verið með gott business tip? En það er líka eitt sko ef að bróðin er Matthew McConaughey eða Matthew McConaughey eins og einn góður maður sagði sem var að panta sér bíó með á mynd með honum að þarftu þá að vera að fá frían bjór í 1 ár. En var þá Matthew orðin frægur? Það er nóg til. Já. Bróðir hans hætti að sponsa nokkra kalda á hann sko. Já. Vildi hann ekki bara fá smá athygli? Gæti verið. Ef þetta er rétt, þá bróður hans McConaughey fárveikur. Já, en fyrir utan það, þá er sko bróður hans ætti nú strax að fá athygli fyrir það bara eitt að heita Rooster. Hann heitir Hani McConaughey. Já, það er góð punktur. Talandi að fá litla stráið þegar að koma að þeim bræðrum maður. Því miður. Eða stuttastráið. Herðu, ok, bara á næsta. Það er skemmtigarður í Kína sem heitir Dwarf Empire og allir starfsmenn garðsins eru dvergar. Þannig að þú getur farið þetta basically svona eins og bara þetta er tífóli eða svona skemmtigarður. Akkur er Svepp ekki búin að skella þér í þetta garð? Já, akkur er hann ekki bara að vinna það. Dwarf Empire. Já, allir starfsmenn eru sem sagt á dvergamörkum eða undir. Og þetta er rísa garður. Samt, er þetta ekki bara eitthvað stemming? Allir að vinna og störu allir að vinna saman og þú getur kynst góðri konu eða manni. Spesen. Já, auðvitað er þetta spes en þetta er störlu staðrind. En ef að þú myndir ekki vinna, myndir þú bara fá nei? Nei, þú tekið midget. Já, ég held að þú myndi ekki segja midget. Þú myndi bara segja að þú ert hár til að vinna þarna. En það er endur eitt sem ég fór að hugsa. En ef einhver allir er rússibannan og næri ekki hæðinni, hvernig ætla þá starfsmæðurinn að fara að banna einhverjum að fara í hann þannig að næri þig ekki eins og sjálfur? Mjög góða punktur. Og svo vil ég kíkja henni garðangtun. Svo vildi Steindi meina að þú væri svona lítill þá farðu sem sagt enga virðingu. Já, svo gæði henni báhásið. Já. Hvað er hann búin að segja okkur þá sögðu átt? Svona 69 sinnum. Það er það næsta. Það er léttar að eignast farsíma í Afríku heldur en að komast í tæru við hreint vatn. Léttar að fá síma en vatn í Afríku. Ég held að þetta sé hárétt. Það er auðvitað í Íslandi. Þetta er eiginlega bara ömuleg staðurinn frekar en sturluð. Svo er það næsta. Þjóðaríþrótt Tyrkja er olíuglíma. Ok, hvernig virkar það? Þá erst að glíma í olíu. Olíuborðnir gæjar eða? Já, bara á konur og það er olía sem sagt á gólfinu og þetta er eitthvað skýrglíma. Já, bara olía. Það er olía. Þjóðaríþrótt. Það er þjóðaríþrótt Tyrkja. Ég vil til að sjá Rikka glíma við Tyrkja í olíu. Já, ég var bara til að sjá Rikka glíma. Ég og Sveppi tókum einu svona skýrglímu í 70 mínútum. Hver vann? Ég hafði hann nú. Það var viðbjóður. Ég var með skýr. Það er sætt með 20 kíló á þig. Ég tók hann sann sko. Ég var með skýr í hárinu og augunum næstu 2 vikurnar. Hárinu? Ég var með hár at a time. Þá er það næsta. Hjólabretti voru bönnuð í Noregi frá 1978 til 1989. Þannig að það er 30 ára afmæli á þeim líka núna að mega að fara á hjólabretti. Hvað er það bannað? Hversu leiðilegur er norðmaðurinn? Já, en mala skemmtilegir en svíin allavega, sko? Nei, norðmenn eru miklu leiðilegir en svíjar. Ertu viss?
Ég er viss, ég ferðast oft til begge land og ég bjó í Svíð. Norðmaður leðilegur Svíinn? Hann er hræðilegur. Noregur? Þú máttir ekki vera á hjólabretti þar. Og í öðru lagi þá ef þú færir núna til Noregs þá er kaldara þar en á Íslandi, það er dýrar en á Íslandi og þú mátt ekki fara fullur en hún skemmtist það. En það er laun. Sama líka Svíþjóð. Það er laun. Það er laun. Við vorum að fara blá etru á kasinu og Svíþjóðinu og gæði sagði, nei þeir eru að drekka mikið. Nei, við erum búin með max 1 Þú ert ekki mikið fyrir Svíjana, Gilsari. Nei, það er leðilegast að gæði síðan á æfinni sem var í hörðinu þar. En við óskum norðmönnum innilega til hamingju með það. Þau mega að fara á hjólabretti. Það eru 30 ár síðan, þau máttu byrja að fara aftur á hjólabretti. Ekki það, við getum verið að rífa mikið kjaft. Það mátti ekki borða M&M hérna og drekka bjór hérna á sama tíma sko. 39% fólks njóstnar eða fylgist ennþá með fyrrverandi. Það má ekki svona fara í kasinu í Íslandi, það má allan í Noregi og Svíþjóð. Reyndar. Þú ekki fara í kasinu. Hvað er við að rífa kjaft? Þið er ógæsla land. Nei. Allan á hvaðana spurning? Næsta spurning var ekki spurning, það var stjórnlu staðreind og það er 39% fólks njóstnar eða fylgist ennþá með hvað fyrrverandi er að gera. Það er heldur hátala. Hvaða sjúklingar eru það? Það er næsti annað hver maður. Hver að fylgjast með fyrrverandi? Hvað er mál skiptið það? Jesús. Rikki, áttu fyrrverandi? Nei. Rikki búin að vera með Valdís frá þegar maður 5 ára. Hefur bara átt eina kærasti yfir aðeina? Já, svona þannig laga séð, já. Hvað meinar þannig laga séð? Ég var kannski verið í einhverju sambandi í 3 mánuði. Vona að stenda í með eitthvað bara. Eitthvað svona, Já, þú hefur verið í 3 mánuða sambandi. Já, eitthvað svoleiðis. Ertu að fylgjast með þeim? Nei. Segðu bara að þú stólkaðir. Nei, það er ég ekki að gera. Það er svona fyrst sem er þetta mjög hátala. Ég held að þetta sé hrossaskíturinn. Ertu afbrýðisam með maður ekki? Nei, mjög langt frá því. Mjög langt frá því, ok. Fólk sem heldur dýrt brúðkaup er líklegar til að skilja. Já, pottjett. En annað fólk. Pottjett. Já, menn, það er ekki helt ódýrasta brúðkaup of all time en daginn, sko. Þannig að hann er ekki að fara að skilja, ef þetta er rétt. Þetta var ekki ódýrasta brúðkaup of all time. Ertu ekki að fara, allar ekki að halda veislu í sumar? Að sjálfsögðu. Nei, ég bara segja, hann er bara sparsamur, skynsamur. Ekkert sparsamur, við bara vildum gera þetta svona. Það er ekki það því ég er nýskur, Nei, ég er bara rósaður, þetta var rós, sko. Akkur sagði það ódýrasta brúðkaup of all time. Þetta hljómar ekkert smá illa og ógeðslega. Nei, maður þurfti ekki að fara með þyrl og við og þú veist Nei, við þurftum ekki að sína það þannig sko. Ég fekk bara frikadór og bara syngja fyrir fjölskylduna. Hann söng fyrir þig og mömmuðina. Við höfum bæði eftir að steggja og svo ætlum við að halda veislu Þið þurfum ekkert að steggja mig. Jó, við steggjum alltaf sko. Þú verður í bleikum G-streng ofurölvi. Nei, ég er með betri hugmynd. Hann verður edru og keirur okkur eins og Gylfi sig. Nei, það er það versta. Svo er það síðasta, kettir þekkja þegar að vera að kalla á það, þegar eigandi kallar á það, en alveg eins og hundar, nema það þau bara nenni ekki að hlusta. Þannig að þú gæti basically verið að kalla á köttiðinu og segja hann að koma eins og hund. Kötturinn fattaði þá. Hvað það sem er njör? Já, þetta var Rooster McCanney. Þetta var skemmtingarinn í Kína með dvergunum. Það létt regnast farsíma í Afríku, þjóðaríð og Tyrkja glíma í olíu, hjólabretti voru bönnuð í Noregi. 39% fólk njóstnar ennþá fyrrverandi. Fólk sem heldur dýrt brúðkaup er líklegar til að skilja og kettir þekkja rödd eiganda sinna. Jésús, ég segi dvergur eða köttur. Ég er nú veltað með, það er vantilega bæði dvergur eða köttur? Hvað segirðu? Já, ég er vantilega að drulla með það. Ég myndi halda svona dvergur eða dvergarnir. Þú vilt meina að sé engin skemmtingarður í Kína sem eru bara dvergar að vinna? Já, ég er bara að skjóta. Ég held að kötturinn fatt ekki að sé vera að kalla hann. Hvor eru ekki að þetta rétt? Ég laug með að 39% fólk njóstnar ennþá maka Ég sagði það meiri sáðun að vera í rosaskítur. Já, runnið þetta þá. Allt hitt var satt. Túborg Léttöl og Pepsi Max kynna í samstarfi við FM 957 og 1011. Þjóðhátíð í Eyjum 2019. Forsala er hafin. Tryggður miða á dalurinn.is og upplifðu þjóðhátíð. Á sama tíma, sama stað. Túborg og þín tónlist. Glútenlausir pizzubotnar. Black Box Borgatúni. Hvaða skref tekur þú næst? Kynntu þér fjölbreytt námsframboð HR og fáðu að vita allt skólan á háskóladaginn 2. mars frá klukkan 12 til 4. KFC og pizza? Nei, það er nú bara eitthvað rangt við það. Þess vegna lögum við þetta bara aðeins til. Pizza er 2 singar kjúklingabringur með pepperoni, pizzasósu og osti. Fusion eldhúsa hætti KFC. KFC. Nýja Lotto-appið er komið í loftið. Látt ekki app úr hendi sleppa. Orðagrín. En án gríns, þá er þetta geggjað app. Lotto. Appið okkar. 1. mars á Enskabarni. Í tilefni af 30 ára afmæli bjórs á Íslandi verða afmælistilboð frá 12 til 12. Enski barinn. Gull léttöl. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
16 liða úrslitin í meistaradeild Evrópu halda áfram og Stöð 2 Sport færir þér alla leikin í beinni. Ekki missa af besta sjónvarpi í heimi í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Stöð 2 Sport. Besta sætið. B-O-L-A Bolla, brauð og kó. 1. mars 1989. 30 ár liðin síðan allt breyttist. Fagnaðu með afmælistilboðum á Gauknum, Húrra og The Drunk Rabbit. Bara Víking. Léttöl. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Einhvern ókunnan, Sam Smith og Normani. Kannski ekki alveg svona partilagið á afmæli bjórsins, en við leiðum þess að sleppa. Let it slide eins og ég segja. En þeir að hlusta á FM 95 Blö og það kominn tími á dagskrárlið sem að ég hræðist alltaf hvað mest í þessu þættu, og það er spurningakeppni Gilsarans. Gott konsept samt. Já, það þú ætlar að vera með King of Beers. Já, þetta því að bjórinn 30. Já, gammal Richard. Já. Og Ég er 34 ára. Og sko, ég er bara málið, ég veit þið elskir báðir bjór. Þannig að ekki ætti nú að vera líklegri hérna. Hver vinnur þetta? Ég er mjög mikill bjórmaður, ég við þetta. Já, ég meina sko, þú ert svolítið í rauðu blöð og dry vodka, meðan að Rikki er í bjór. Er ég dry vodka? Já, þú veist, sko það hljómar illa. Nei, ég sé þig þamba mjólkuglas af vodka og það er mest impressive shit sem ég sé, sko. Því ég tapaði hérna blað Við félagar vorum í Atlantic City. The shithole Atlantic City. Nei, the hellhole, ég kallar alltaf the hellhole. Og Blöð var að entertain me daginn eftir. Við vorum litlir og vaknaði, búin að tapa heilum Jaris á gamblingborinu kvöldið áður. Og Blöð tók mjólkuglas af hreinum vodka og kyrði það niður. Og tókst það allt? Já, ég ældi næstu og þetta var hræðilegt. Við fórum í TikTok, skæri steitni hérna blað. Hver þyrfti að taka skotið, þá vissi ég ekki að væri svona stórt. Ég pantaði 1 skot og það var mjólkuglas af vodka og ég tapaði fyrir öllu strákunum. Ég setti þetta niður, hélt ælunni, svo bara vorum við að gera upp. Þetta var hard rock, svo löpum við fram. Sveif ekki á þig það? Við löpum fram, ég var eina okkur sem var fullur allt í hérna. Þeir eru allir bara degi og þingu og ég bara, hvað er að gerast hérna? Þetta skeit ég, að taka ekki síman og taka vídeo og þessu. Á hræðilegt. Þannig ég mæla ekki með því og ég er ekki vanur að drekka dry vodka. Nei. Blöð tók trúðin, ég kann að meta það. En sko, ég veit ekki, ég vil segja fyrirfram að þetta er stöðulega 50-50. Ok. Ég átti hann ekkert á hvað tegur þetta. Ég var að heyra að crazy fans úti séu að betta á hvað takir þetta. Nú er einhverju gæðar núna að drekka bjór, það er einhverju hólk á Rikka og það er einhverju hólk á Blöð. Ok. Sem ég fíla að gambling menn séu að betta svolítið á þessa keppni. Já, það er þetta veðja á verri hluti. Hefur þú drukkið bjór í sundlaug eða heitum pott? Já. Já, ég held að nú bara flestir Íslendingar gert það. Það er punktur á báða hana. Hvort þú eru ekki tekið sundlaug eða heitan pott? Er ég fyllibitt að ég segi bæði? Alls ekki, hvaða sundlaug ert í? Tenerife meðal annars. Já, of course. Varstu með bjór í lauginni? Já, bara með plastglas og bara lifa lífinu. Það er ekki glæpur. Blöð, þú verður mökkaður í sundlaug og heitum pott? Allt of oft. Ok. Við þurfum ekki að fara nánar út í það. Hefur þið fengið þann heiður að drekka bjór með vöðvingjanum? Já, ég veit ekki hvort sé heiður ekki. En jú, það hefur gerst. Ég hef tekið of marga með þér og geðið þitt. Ég hef tekið nokkra. Ok, þetta er mjög spennandi. Já, rosa spennandi. Þetta er 2-2. Hefur þið tekið 3 B-in? Bjór, Biffin og BJ? Anskuti sjálfs. Ég er bara ekki vissu það. Það er verið að hreinskilin. Kannski, ég veit það ekki. Er þetta eitthvað sem að mann eða? Ok, þetta er besta sem er. Ég veit ekki hvort ég hef tekið beðin 3. En það eru örugglega einhverjir sem er að hlusta sem hafa tekið þau. Ég verð heila að taka um bara, ég veit ekki. Ég hef páttið tekið bjór og biffan. Ég veit ekki hvernig með það síðast það sko. Er það líklegt þú ert að koma heim, Rikki? Nei, ólíklegt. Ég ætla bara að hendi nei á þetta. Þetta getur þú komið inn í lít, Blöð. Ég vil ekki ljúga hlustundum. Ég er bara ekki viss um það. Ég veit það ekki. Jú, það geta alveg dottinn. Jú, eða ekki. Þú færði einhvern veginn að biffa hann og fengið þér bjór og það enda með... Þú þarft ekki að útskýra, þú varst bara að segja hvað það gekk út á. Það er... En það eru þá allavega mörg ár síðan. Já.
En það er 3-2 fyrir Blondale. Hefur þú ekki Volgan Túborg á þjóðatíð? Já, mjög oft. Hann er ekkert verri. Nein. Við þurfum að þakka Garðar aftur hérna á Ölgerinu þegar við komum með bjóra. Alvöru gestur. Og ef fólk er sparsamt þá kaupir það sem miða núna á dalur.is. Það var að býða það 2 dagar í hátíðin á borga meira. Og við báðum ekki Volgan bjór. Oft verða það kald volgir í bakbókanum. Maður lætur svo hafa það samt. Sjálfsög. Ég vil best bara svona á þriðjadegi. Þá rennur þetta bara niður. Já. Ég sé því á þriðjadegi ekki. Þú myndir drekka hland ef þú verður fullur að þið sko. Það er 4-3 fyrir blöð. Hann er bara með, þetta er bara með 1 punkt. Já, þetta er spennandi. Hefur þú setið á sófanum heima hjá þér og geta tilt bjórnum á bumbunaður? Nei. Jó. Punktur á Richard. Það held ég ekki, jú kannski. Er það að tala bara að setja hann á magan? Ég hef alveg verið með bjór á maganum. Ég tala um setir nánast uppréttur og tillir bjórnum á. Ég hef alveg sett bjór á maganum ef við sólbæðum. Ég meina, ég geta næstu í núna. Ef þú ætti láréttur blöð, þá getur það þá. Ég tala um að setur í sófanum. Já, setur, nei, þá get ekki. Það er bara ekkert svo langt sem ég gerði það. Ég held ég með þess að fengi myndaði. Já, það er alveg horrið. Já, ég fekk líka myndaði. Þá varstu líka upp á þitt alvestar ekki þegar ekki bara standi. Já, við skulum orða það þannig. Hvort þið meira stuði fyrir ískaldan bjór eða síkó eftir geggja samlíf? Bjór, ég reiki ekki. Já, mörgur er kaldur. Það ekki? Jú, það er punktur. Það kveiki ykkur ekki í einni? Nei, ég fer samt ekki heldur bara baki og rölti í ískapinu og fann mér bjór sko. Ég bara fer óttast að sofa eða kissi góða nótt Ég hef alveg ef maður svitnar á mikið þá Nærðu í kaldan? Já, svitnar á mikið? Já, það er bara alveg tempo hjá Richard. Já, ég heyri það. Já, við maður alveg ná sér í hérna. Þetta er alveg cardio hjá Richard. Er þetta bara æfingjöður þegar þú er staður ekki? Já. Hefur þú drukkið bjór á mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, föstudegi, laugardegi og sunnudegi? Nei, ég verð svo þunnur að þarna fæ ég því miður ekki búnd. Er aldrei á æfiðinni tekið utanlandsferð? Ég tók þessi 21 dag í röð. Jú, herðu, Benidorm þegar ég er 19 ára. Jú, við vorum í Búlgaríu blöð líka í golfferð sko. Já, ég drakk ekki í viku þar. Við vorum í 5 daga. Ég var þar. Ok, þetta grýrst hvað er spennandi. Það er 6-6. Hvað er margar eftir? 3 ok. Finnst þið líklegt að þú kaupið luxus íbúð á árinu og fáið þér einn ískaldan? Já. Það er ekki búnt. Þetta er ekki góð fætti fyrir blöð. Nei, ég er endur ánægð með Rikka. Það er 7-6. Rikki er að fara í að luxury apartment. Já. Og bæði vegi er með 2 luxusbíla í engjæslunni. Fyrir 2 árum var þessi gæja piece of shit. Því lítið ár hjá Rikkanum. Það kemur grínast hvað einn gæja maður að rífa sig í gang. Hann er bara að pakka okkur báðum saman. Það með lóðurétt. Ekki penthouse íbúðin hjá blöðu en alveg, já, fín. Kemur þetta inn sem bróði þáttarins og er að pakka okkur saman. Þetta er eiginlega. Hvað er síðast það? Þetta er ekki neikur spennandi. Hefur drukkið bjór með gellu rétt fyrir samlíf? Já. Þú var valdið að fá okkur einn jökul fyrir bara spurning. Ég vann þess að kemna ekki. Það er ekki. Það var ekki einn eftir það? Hún er bara svona til fáið báði punktar. Hefur grillað nautalund í sólinni halda á döðnum kvöldum? Það var svona gefið spurning, það áttu að koma fyrst basically. Já, váká endar þetta miklum krafti. Ég var heimskora, ég glemdi henni. Rikki, King of Beers, kemur engum ávart. Rikki, þú ert King of Beers. Stuðum að lægra á honum. Hér kemur eins og lag sem að kemur mér ávart af ekki orðið heimsfrækt. Þetta er gamalt og gott með Þórun Antoni og heitir Too Late. 1. mars á The Irishman Pub í tilefni af 30 ára afmæli bjórs á Íslandi verða afmælistilboð frá 12 hádegi til miðnættis á The Irishman Pub. Gull léttöl. Er næsta skref háskóli? Kíktu á okkur í HR að háskóladaginn 2. mars frá klukkan 12 til 4. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Hvort ætlar að vera skógarhaugstverkur eða slökkviliðspanda á öskudaginn? Þú finnur rétta búningin fyrir þig eða börnin í vöruleitjá.is. Já er svarið. Potturinn stefnir í 7 milljónir og nýja Lotto-appið stefnir beinustu leið í snjallsímann þinn. Lotto, appið okkar. Túborg léttöl og Pepsi Max kynna í samstarfi við FM 957 og 1011. Þjóðhátíð í Eyjum 2019. Forsala er hafin. Tryggðu þér miða á dalurinn.is og upplifðu þjóðhátíð. Á sama tíma, sama stað. Túborg og þín tónlist.
velkomin í Ristorante. Pizzu, þar sem hágæða hráefni koma saman á gómsætum, þunnum og stökkum botni. Sannkölluð bragðveisla, alvöru ítalskt bragð, hvar sem þú ert. Ristorante pizza frá Dr. Oetker. Við í Keiluhöllinni höldum bjórdaginn heilagan. Þar verður þú föstudaginn 1. mars. 2 fyrir 1 af Túborg léttöl allan daginn. Happy hour frá 9 til 11. 2 fyrir 1 af öllu. Bjórskóli Ölgerðarinnar á staðnum með fræðslu og smakk. Og að sjálfsögðu rútuferðir í bæinn. Keiluhöllin Egilshöll, þar sem Davíð keypti ölið. 16 liða úrslitin í meistaradeild Evrópu halda áfram og Stöð 2 Sport færir þér alla leikin í beinni. Ekki missa af besta sjónvarpi í heimi í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Muna svo félagsnúmerið, smetlaði með, styrkja klubbinu leið og tippar. Potturinn stefnir í 180 milljónir helgin. 1x2. Laugardagar eru langbestir. 5 staðir. You have a mission. Serve well and with honor. Marvel kynning. Captain Marvel. This war. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Brie Larson, Samuel L. Jackson og Jude Law eru mætt í nýjustu mynd Marvel. We need heroes. We need you. I won't let you down. Mynd sem þú mátt alls ekki missa af í bíó. Captain Marvel, frumsýnd 8. mars. Ef þú þarft að skipta glugga eða útihurð, þá gott að byrja í Bíkó. 1. mars á dönsku kránni. Í tilefni af 30 ára afmæli bjórs á Íslandi verða afmælistilboð frá 12 til 12. Danska kráin og Túborg léttöl. Mér langar í hamborgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. Hárið þegar það Keiluhöllin og Túborg léttöl sem að færa ykkur FM 95 Blö og við erum með Túborg hérna á ammælis deginum. Já, og sjátt á Garðar hjá Ölgerinni fyrir að koma með þetta til okkar. Já, en það hins vegar komin tími á dagskalið sem að Rikki stakk upp á fyrir í dag. Og rétt. Hann vildi að við myndum allir semja ástabréf, ekki allir til hvers annars, heldur við bara dróum. Já. Og það fór þannig að ég átti að skrifa ástabréf handa Rikka, Rikki átti að skrifa ástabréf handa Agli og Egil átti að skrifa ástabréf handa mér. Og það allir búin að skrifa bréfinni, ekki? Jú. Allir reddi þar og Ég held ég að skilja þetta koncept rétt. Ég vonið ekki klúra þessu. Átti ekki Rómabettan öruglega? Ég og Rómabettan, vilt þú ekki bara byrja, Rikki? Þetta nú þinn liður. Ég er yngstur líka. Það ekki? Já. Þá, maður sjá, ertu með bréfið tilbúið? Það er klárt. Það er klárt. Og þá ætla ég að finna hérna Bettan, hann er nákvæmlega, maður sjá, hérna. Ok, ertu ready? Ég er klár. Egil, þetta er tilbúin, hann er bara að lesa ástabréfin. En hver á svo besta bréf? Þú eru ekki að láta mig kjósa það? Tilbúin. Já, hlustendur kjósa. Já, ok. Ég kjósa hlustendur. Sælkúturinn minn. Nú hef ég verið undanfarið sólarhing í að manum upp í þetta bréf sem ég er að senda þér. Undanfarið hefur sálatetri í mér aðeins verið að hræra í mér. Eins og þú veist þá höfum við verið ákvæmlega nánur upp á síðkastið. Horfði ég augun á Gilsjónum og lesi þetta? Ég bara ég finna þig löf. Eins og á æfingum þar sem þú stynur eins og fólinn sem þú ert. Þú bauðst mér í mat síðan í gær þar sem þú varst í viðbjóslega þröngum joggingbuxum sem þú æðir í líka daginn. Svona nett svita rassalikt að þér að elda í 600 svona pottasettinu þínu. Hlæjandi með þínum smitandi hlátri og brosandi til mín með rauðvín í hönd. Ég mun aldrei dæma þig fyrir að vera þessi fárveika fyllibitta sem þú ert. Það sem ég hef fallið svo mikið fyrir þínu faru upp á síðkastið er þessi lífsgleði. Þú gerir sama hlutin 355 daga á ári. Vaknar 5:50 í ógeðslegu veðri, fer inn í þessa 3 fermetra gluggalösu brundkompu sem þú kallar skrifstofu og mælir kringlótt rassandlit eins og mig. Þegar þú kleipst mig í dag, þefa ég að þér þegar þú hallaðir yfir mig. Viðurkennið það fór kýtlu miðsvæðið og ég hef ekki hætt að hugsa þig. Ég hugsaði sérstaklega til þín þegar ég borðaði við eldhúsborðið mitt í dag. Væri alveg til ég að máta þig við það. Hehe.
Þetta er geggjað. Ég veit ekki hvort þú berir sömu tilfinningar til mín. Hugsaði bara hvað við getum gert sama sem par. Fallegir, fyndnir, elskum fótbolta, áfengi og talnukjum samlíf. Geggjað par. Blanda sem á ekki að geta klikkað. Ég er ástfangin Egill og ég vil gera allt til þess að þetta verða veruleika. Spurningin er, vilt þú gott líf og eignast kærasta sem stendur með þér í einu og öllu og fyrst og fremst samlíf sem er uppfyllt að losta og spennu? Where was sign? Rosalegt. Þetta er ekki besta ástarbréf sem ég hef. Ég er ástfangin núna. Þetta var ástarbréfans Rikka og þetta er bara fínast ástarbréf. Flest allt rós. Já. Ein og ein niðurlæging en 90% af þessu var bara rós. Ef þú ert að senda ástarbréf þá ertu náttúrulega að reyna að heilla. Já, en samt niðurlægða minna milli. Já, sem er gott svona pick-up taktík sko. Það er ekki bara ómikið pep sko. Nei, það er erfitt að fara eftir Rikka en ég ekki bara taka næst og þú endar með Egill. Ok. En þetta er til Ríkards. Já, ég sendi ástarbréf til Rikka. Þegar þú ert líka af okkur þrejum bestur í ástarbréfunum sko. Já, ég ákvaða að fara inn í gamla blöð. Já, þú varst allsber með bónir og söðuklokki sem að skrifa ástarbréf sko. Ég var korki með bónir en ég allsber en ég skrifaði ástarbréfin sinni og ég ákvaða að setja mig í þær stellingar aftur og þetta er það sem ég náði að kokka upp þegar ég var að reyna að heilla Rikka. Jæja Rikki, hvernig ertu? Þá var maður á 7. bjór hérna seint á 50-dagskvöldi. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta en bjórin geti hjálpað. Glugg. Hann er kaldur og góður þessi. En eins og skrítið það er að orða þetta, þá er ég fann að sjá því í öðru ljósi. Ég hef alltaf litið á því sem bara góðan vin en nú er öldin önnur. Hvernig á ég að orða þetta? Glugg. Þessi er að hjálpa stressinu svolítið viðurkenna. Shit hvað ég elskaði bjór. Ég vil vera á hinum endunum þegar þú tekur fasteignasalan. Segðu mér hvernig íbúðin er, hvað hún er metin á og gefur mér svo breytna gamla skólanum. Manga að pirraði mig alltaf þegar þú borðaði með puttunum. Nú vil ég að þú borði mig með puttunum. Hversu gaman verður að fara í golfferðir og Old Trafford núna? Hristingu fyrir hvert par í golfferðunum og já, svo getur maður kannski laumast niður á því að hálfleiki leik. Er það dick? Nei, ég segi svona. En ef þér líður eins og þá þarf ekki lengur að vera stressa á því að fytla við þig á gólfstöðinni. Ég kem og hjálpa þér. Vona þetta bréf hræði þig ekki. Glugg, þá er 7. bjórinn búinn. Hvar var ég? Já, vona þetta bréf hræði þig ekki. Heldur opni augun þín. Ég er búinn að láta styrkja eldhúsborðið heima ef þú veist hvað ég á við. Jæja, fann að sofa. Nennur að slökkva. Joke, ég gerði það sjálfur. Þetta var ástarbréfið mitt, Rikka. En þá að vinna með svona svipa koncept og síðast. Já, þetta var. Ég ákvað að fara í glugg. Ég hef skrifið ástarbréfið á þér. Ég þarf að skoða þetta alvarlega. Þetta glugg er, já, mér er alltaf niður á þig í hálfleik á United leik. Sko, spáðu hvað það væri. Kvittað undir þetta bara í hvern. Það var heldur þægilegt. En hvað það styrkja eldhúsborðið eða þegar Richard Kelling og Hallri veirið? Nei, já, því að Sæsla styrkja eldhúsborðið? Já. Ég er nú að grænast. Já, það er grænast, sko. Ég þarf ekki að styrkja. Nei. Ég vil alltaf ekki, sem var fínt eins og þær. Það er þá að gilsarinn á. Já, nú er ég til áðun. Já, það er til mín. Og svo er það 511-0957 og já, fyrstur upp í 3 atkvæði vinnur. Já, þessa keppni í ástarbréfum. Ekki hringja alveg strax. Ég ákvað, ég veit ekki hvað ég tók svolítið annað approach en þið. Okay. Ég ákvað að skrifa hjartanu. Já, fíla það. Ég held að það væri. Ég var bara hjartanu. Okay. Já. Okay. Þannig að maður setja kolb betta á. Hann er komin á. Sætlaðin. Að taka bjöllina. Nei, ég listi það ekki svona. Já, ok. Sætlaðin. Þú tókst ekki eftir mér í dag en við vorum stopp saman á ljósum á Miklubrautinni í hádeginu. Ég stoppaði sérstaklega á 400 skona Hyundai'num mínum þegar rauða ljósið kom á lítið yfir næsta bíl. Býstu að sjá þar en almenna lagergóm borandi í nefið eins og mannarlegan. En nei, hvað sá ég? Fyrst ég held ég var að horfa á Jason Statham og 37 miljóna Benz. En svo hugsaði ég, Guðvingi, hvað ætti Statham að gera á Íslandi í mars? Ég nuttaði augun og horfið aftur. Þá varst þetta þú, Adam Blondale. Cass Blondale. Ég veit þú tókst ekki eftir því en ég girti niður um mig og miðri miklu og átti við mig meðan ég starði á þig á þessu rauðu ljósi.
Það sem ég hefði gefið fyrir að vera þarna í jappsætinu við hliðina þér. Við erum byrjað að líða illa. Þetta var geggja moment að sjá því þarna kaffibrúnan eftir Suður Afríku, snöggliftan og skafinn í þessum fókdýra standpínu Benz. Mér var alltaf fundist mjög huggulegur röðun, en ég áttaði máði í hátíðinu og rauðaljósuna. Þetta er næst meira en það. Það væri því mikill heiður að fá að renna inn í þig í Penthouse íbúðinni ef þú ert game. Þinn vinur Vöðvingi. Þetta var þetta voru ástarbréfin og þessu var breytt í keppni hérna. Þannig að það er 5-11-0-9-5-7 og við ætlum að þetta er bara upp í 3 sem þetta er nú ekki alvarleg keppni. Og hver átti besta ástarbréfið og þetta er í ykkar höndum og ég byrja hér. FM, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða bréf fannst þið best? Herru, sko Kleinur Inga Rösli skeit aftur. Hann á ekki að vera að skrifa ástarbréf. Þú ekki gera þetta aftur, please. Það er Vöðvingin. Það er Egill. Það fær bryggarna. Það er svolít. Takk fyrir að ringja vinnur. Kókur. Ná, þetta var, maður heyrði bara röddinn. Þetta var þinn jámaður. FM, góðan daginn. Halló, hvaða bréf fannst þið best? Ég ætla að standa með króksverðunum og ég ætla að kjósa hann. Vel gert. Ertu að ringja frá Sauðárkróki? Já, maður. Tjúböld er jámaður með. Skilaðu kveðju á skæfringarna. Ég gerir það. Takk vinnur, takk fyrir að hlusta. Blöð var alltaf búnda frá króknum. Það er 1-1-0. FM, góðan daginn. Halló. Hér á FM. FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða bréf fannst þið best? Herru, það var Gilsarinn. Það var Gilsarinn. Hann er einu prikki frá Sigri. Takk fyrir að ringja. Já, þetta var þetta gott, ég ránaði með það. Standpínu, mér stæði þetta standpínu bensin besta. Takk fyrir að ringja. Ég þarf ekki að meit punkt. Og fáum hér FM, góðan daginn. Já, sælir. Sælir, hvaða bréf fannst þið best? Það er Gilsarinn. Já, það er komið sigur. Rikki Grey komst ekki að blaða þessu sinni. Nei, það er landsinni skrifið ástafbréf. Ná, við þökkum öllum fyrir að ringja á Egill. En þú seldi Egill þetta, Uti? Nei. Ekki eina sekundu. Ég var að vona að ég fengi já við spurningun. Nei, það er hart neið þú verður að senda með þetta. En ég skal hins vegar launa þér sigurinn að því að það er grenjandi rigning. En það er 1. mars, það er 30-samlega bjórsins. Þannig að ef fólk er í gír þá er ekki að láta rigninguna stoppast. Því að það er til lag sem heitir Rain Over Me. Var fyrsta lagi sem var spilað í FM 95 blöð. Besta lag allar tíma að mínu mati. Að þínu mati rétt. Ég treysti vel að fulla það. Einhver 7,5 ár síðan að þetta var fyrsta lagið í FM 95 blöð á föstudegi. Gott lag, maður. Við myndum það að verið 4. nóvember og þá voru við búin að vera að debata ég og Egill hvort þetta væri besta lag allra tíma. Ég myndi að segja að þetta væri. Þú varst harður á því. Ég hefur ekkert að hlusta á það og hugsa með þér komið leið á þessu lagi. Ég viðurkenni, þetta lag komir í gýrin núna. Ef maður spila þetta svona sjaldan og smá rigning úti, þetta er líka detta í 1B views á YouTube. Þú dettur ekki í 1B nema að lagið sé good shit. Nei, við óskum Mark Anthony og Pitbull til hann. Herðu, er Pitbull dáinn? Nei, hann er bara lítið í gangi. Nei, hann bara giggaði yfir sig og hann er bara að slaka á. Ég segi eins og Chris Rock sagði við Ricky Martin á einum Grammy-velunum að sko Pitbull needs a hit like a crackhead needs a hit. Nei, hörðu, hann giggaði yfir sig, hann er aðeins að slaka á. Hann er samt að gigga út um allt. Já, hann er að kera þetta aðeins niður. Síðan fer hann að semja, slakið á. Við óskum hann aðeins besta. Hvort myndur frekar, ég séu það í dag. Þú séu það, ertu með það tilbúið? Já, ég er með 3 spurningar. Verður við með þetta svona settlegt eins og jáðan? Já, þetta er alltaf, veistu, sko, það var ekki settlegt. Þú varst með fáruveika keppna, þannig að ég get aldrei dottið í það, en þetta verður nokkuð settlegt. Ok. 3 spurningar. Hvort myndur frekar japla Valtý Björn eða Matthew McConaughey? Matthew McConaughey, sennilega lettast að svari í sögu þáttana með fullri virðingu fyrir Valtýr. Þetta var svaraði full hratt þarna. Já, við séum Valtý Björn. Ertu hissa? Þetta er aðeins erfiðara fyrir mig. Valtýr er frábærin. Já, ég líka. Hann er líka sexy, sko. Já. Við erum báðir sexy, við erum báðir skemmtilegir. Sko, ertu að setja Valtýr á par við Matthew McConaughey sem er bara hefur verið valinn sexiest man alive? Mér finnst Valtarinn mjög huggulegur. Já, ég sammála því. Huggulegur maður. Frábæra lýsa. Heldur sér alltaf í standi. Hann er alltaf í góðu standi. Alveg sama, þú veist. Já, þú varst með, hefur þú spurt bara Valtýr eða Gummi Ben, þá er þetta kannski, þú þurft að hugsa þetta, en þú sagði Matthew McConaughey. Þú velur Matthew McConaughey, þetta er kannski erfiðar en þig ekki, þú ert lýsar eins og Valtý Björn. Já, en samt svona upp á það að gera, ég þekki Valtýr og bara svo verði ekki vandrarlegt á mill okkar når við spilum næsta golfring, þá kýs ég Matthew. Golfið er saman félagarnir. Já, tökum okkar ekki. Þið félagarnir myndu
Japla Matthew McConaughey Frekar, já. Var þetta ekki hvort myndur þú frekar? Jó, þetta er hvort myndur þú frekar. Akkurat. Ok, út af því að bjórun amali aldrei aftur drekka bjór eða aldrei aftur hrista þig út af að bjórun þrítur í dag. Ég myndi hugsa þetta aðeins blöð, því að máli ekki svar í flýt, þetta er nú þetta slaka þess á að hugsa. Sko, nei, þetta kemur alveg hratt. Ég held að séu flestir sammála því að það er meira í boði en bjór og þá myndi ég hætta Ég gæti fengið mér G&T og eitthvað svona. Þetta er miklu erfiðar fyrir þig ekki því að þú dælir þig í bjór. Þú elskar bjór, en þú elskar líka hristaði sko. Þannig að ég veit þetta er erfiðar fyrir þig. Þannig að ég hugsa þetta róli heitur. Já, ég myndi hætta í bjórnum. Það er bara Ég myndi líka ræðum líka the pros and cons, Riki, við að hætta. Nei, sleppið því. Bara, við gerum með bara veldur raukst Ég reyndar, hitt er náttúrulega hotlara að taka það er óhaldar að drekka bjór heldur en að leika við sig. Hvað svona poppaði upp hjá fyrstu öður Ríka? Ég get eiginlega ekki Ég get ekki gefið bjórnum frá bátinn. Nei. Nú ætlar að hætta hinnu. Já. Það er búið þetta. Já, það er að fyrst sem poppaði upp í hausinn. Ég þarf að fylgja hjartanu. Já. Þannig að hvað ætlar það? Múffaði bara? Nei, ég ætlaði bara að fá að vera með konu minni ef ég má það. Já, þú mátt það. Takk. Já, ég meina, þú veist, séu að fyrir hún erlendis með vinkonu sínum og þú ert einn heim á sunnundegi og Já, það verður þá bara að spara mig. Það farið þið bara bjór. Já, það er bara bjór. Full er þetta. Ok. Síðasta. Alltaf hann á hámarki með 30-40 sekundna öskri eða stynja í 5 sekundur í hvert skipt svo svarar í síman. Hvernig þá bara? Svarar í síman, ég meina bara er það bara halló. Bara fórstjóri sínar hringið þig. Það byrjar 5 sekundur að stynja og hann segir góðan daginn. Það gæti kostaði vinnuna. Ég tek 2 hringið í þig. Tek 30-40 sekundur. Já, ég gera það líka. Við getum ekki verið að stynja alltaf í síma. Ég svar oft í síman á daginn. Nei, veistu hvað þetta er langt öskursamt? Já. En þú meina, þú ert bara með konunni. Já, þetta er 30-40 sekundna hámarks öskur. Náðu því. Þetta var 2 sekundur. Getum við farið í lag? Þetta var 2 sekundur. Í staðin fyrir að vera alltaf þegar það hringtið. Þetta er bara mjög einfalt svar. Þessi var ekki ná góð hjá Egill. Ég ætla bara að vera sammála blöð þarna. Styttist í vondatum í Gylfa sig en við skuldum auglýsingar eftir þessa vitleysu. 1. mars á Lebowski bar. Í tilefni af 30 ára afmæli bjórs á Íslandi verður afmælistilboð frá hádegi til miðnættis. Lebowski bar. Gull léttöl. Hann er kominn, steik og bernes. Já, þú heyrðir rétt, bernes. Sjáumst á Subway. Enski barinn er með happy hour frá 4 til 7 alla daga. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Lego Masters. Stór skemmtilegi þættir þar sem 8 lið keppa í hönnun og byggingu á sannkölluðum Lego listaverkum. We're gonna smash this. Lego Masters. 3. dag á Stöð 2. Það er Lego á Íslandi sem færði Lego Masters á Stöð 2. Túborg léttöl og Pepsi Max kynna í samstarfi við FM 957 og 1011. Þjóðhátíð í Eyjum 2019. Forsala er hafin. Tryggðu miða á dalurinn.is og upplifðu þjóðhátíð. Túborg og þín tónlist. Loksins er komið app sem gerir okkur betri í hverju sem er. Nýja Lotto appið er komið í loftið fyrir allar tegundir snjallsíma. Lotto, appið okkar. El Caliente, nýr borgari á American Style. Vilt þú hafa hlýtt í garðinum eða á svölunum allt árið kring? Það er 30% afsláttur af öllum geislahiturum í Bíkó. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Hann er 30 í dag. Til hamingju. Já, þakka þér fyrir. Tilboð í tilefni dagsins. Á Gauknum, Húrra og The Drunk Rabbit. Bara Víking. Léttöl. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg létt.
Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, það er kortur eftir að þættunum og það má segja að það sé eiginlega bara komið að svona nettu stekkjunarhotni hér í FM 95 blöð. Við vorum að spila nokkur vídeo sem voru tekinu upp, hljóðfæla sem voru teknir upp með Gylfa Sig í síðustu viku og þá vondaði hjá hann og við ætlum að spila það einmitt hér á eftir. En áður fyrir mig það, þá er annar stekkur komin hingað í stúdíóið. Þetta er drengur sem við þekkjum vel, hann er oftast kallaður Óli Game TV. Vertu byttun við, þú ert þarna, vertu velkominn. Takk fyrir það. Herru, þú ert í Spiderman búning. Já. Og ég sé það í augunum með þar að þú ert orðin drukkinn. Já, bara mjög. Þú ert geggjað Spiderman. Takk fyrir það. Hann er lítur að búningunum. Er ég að halda, þú veist, bara svona líkamlegri stöðu í þessum búningu? Hann er lítur á mig. Mér finnst þú sexy. Mér bjóst ekki, þú ert í geggjuð formi líka. Já, takk fyrir það. Já, með við aldur. Já, og tölvuleikjagur. Ég er náttúrulega bara á 50-saldri og tölvuleikjagur. Með the average gamer, þá þú geggjað. Sko, þegar það var að stekja Gylfa í síðustu viku, þá var hann bara að keyra félögunum. Ég sé að það er búið að hella svolítið í þig. Já, aðeins. Augunni eru ég er náttúrulega bara, veit ekki hvort ég sé að koma eða fara, sko. Ég veit ekki neitt, sko. Okkur er ég hér, ég bara veit ekki neitt, sko. Game TV, er það ekki orðið bara einhver langlífasti þáttur á Íslandi? Já, við erum að slá í 20 ár, sko. Já, byrjaði bara saman tíma og 70 mínútur. Já, þetta er alltaf rosalegt, sko. Er Sverrir Bergman hættu með Game TV? Já, hann fekk nóg. Já, nóg dýra því að hann svo mikil stjarna. Já, það skildulegði þegar hann var stjarna og hann skildi mig eftir. Hann vill að gert það? Já, nei, hann gildi gert það. Hann bara, þú veist, fattaði hann er stjarna og ég er sorp. Hann er runni, hann bara, þú veist, það skildulegði. Það sem á, til gaman skita að Sverrir Bergman er hérna í stúdíun, hann er verið nú ekki að baktala mannin. Óli, hellur mikið í þig, bara svona upplæði? Já, svona þegar tækifæri gestir. Þegar tækifæri gestir. Ég er ekki, þú veist, ég er ekki bakgrunni, sko. Ég er náttúrulega fyrir bara alltaf í all-in. Já. Þannig að þú kannt að skemmta þig þegar út í það er farið. Já, heldur betur. Já, sko, það sem við gerum bæði við Gylfa þegar þú varst ekki hann og ég ætla að henda þig hérna líka. Það eru hraðaspurningar. Einmitt. Og nú ert komin þetta sem gestur, þú ert ekkert komin til að plugga neinu, þú ert bara blindfullur í Spiderman búning. Einmitt, frábært. Og ég fekk leyfi þar sem að, við þekkist nú ágætlega. Og ég talaði við Svessa, þetta er svona í grófari kantinum, þetta er ekki þannig að... Fékkstu leyfi frá hverjum? Hann er líka mökkaður. Hann á eftir að gleyma þessu. Fékkstu leyfi frá Svessa? Herra bakgrunnur. Hann er bara ekstra hérna. En það er sko, þetta er ekki það gróft að það þurfa að taka earmuffs á krakkana í bílnum. En þetta er svona, aðeins grófar en gengur að gerist. Svaraði hjartanum. Ég svara með hjartanum. Ertu tilbúin? Jep. Þá reynsar við hugan. Ok. Og byrjum, hvað varstu gamall þegar þú misti sveindóminn? 20. 18. Hvenær fórstu síðast í sleik? Í gær. Hvað drekkur á djaminu? Genum tónik. Hefur orðið graður yfir tölvuleik? Jep. Ertu hættur í hörðum þyknefnum? Já. Hvort myndur þú frekar ríða rollu og fréttir að enginn og allir vita, hvort myndur þú frekar ríða rollu og enginn fréttir eða ekki ríða rollu og allir halda að geta? Þeir ríða rollu allan daginn. Ef þú yrðir að sofa í öðrum kallmanni, hvað kallmaður yrðir fyrir valinu? Viti Brink. Hvað fettis myndur þú velja þér ef þú yrðir að velja fettis? Keðjur og leður. Hvað segir þau? Keðjur og leður. Geggja fettis. Hefur þú hort á klám? Jep. Hvaða dýri myndir þú sofa ef þú yrðir að sofa hjá dýri? Kind. Þetta komið svo veitir liðitt í ennsku fólk tóttina maður. Hann er eitthvað kindafetti, einast að tala Já, eða sko, hann er kominn á það marga bjóra þegar hann sagði ég hef aldrei áður heyrt keðjur og leður. Ég veit að maður reyna að segja keðjur og leður. Það eiginlega skildist ekki. Keðjur og leður. Nei, það er alltaf bara, þú veist, við erum að tala um það sem bara daglegt brauð, sko. Keðjur og leður. Ertu með fettis? Ertu með fettis? Jep. Keðjur og leður. Ég heldur að sé í fyrsta skiptis ég sé mökkaðan Spider-Man. Já, sko, ég held ég aldrei séð það. Þú veist, ég kem heim, þú veist, málið er sko, þú veist, þetta er erfið sport, ég er BDSM. Þú veist, það er mjög, þú veist, ég er bara í dag 9-5 vinnu og þetta er vesen, sko, ég er bara með hálftími mat að ég þarf að hengja konunu upp og svona vesen, þú veist, ég er aldrei mættir í vinnu og þeir bara eftir svona 2 tíma, sko, þú veist, þetta er hrikalegt að fara eitt stuttan í hátæginu, sko. Já, þetta er vesen. Já, þetta er hrikalegt vesen. Þetta er Óli Game TV, það er verið að stekkja hann, Óli, ég voru að fara ekki ofilla með þig, gaman að fá þig þáttinn, við ætlum að heyra í öðru stekkjur eftir smástund sem heitir Gylfi Sig. Hvað farið þið næst, Óli? Ég ekki hugmynd. Nei, þið hljótið að fylla eitthvað. Þetta er sérstaklega að spila fyrir stegg dagsins. Þetta heitir Runnin'. Upp á slægi hans, veit ég.
I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Stekkja að gilfa sig hér og við ætlum að nýta hann núna í gamlan og góðan lið sem heitir óþægilega símtalið. Þannig málum vexti að hann færir hér nokkur orð sem að má nota. Ég hringi bláa lónið, Gylfi. Þú verður að koma inn á 2 mínútum orðinu ríkur, frægur, frítt, no photos á ensku, hættusu, ég er Gylfi Sig og veist ekki örugglega hver ég er. Þetta eru orðin sem þarf að komast inn og í 2 mínútna símtali. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem þú fara ekki að tala þinn í 10 mínútur að treyna þetta eitthvað. Ég ætla að rétta þér hérna orðin. Ertu klár í þetta? Ég er klár. Þú er gaman á svona símtölum, eða ekki? Já, mér líður mjög vel núna. Blálónin styrir mig. Góðan daginn, Gylfi Þór Sigurðsson heiti ég, leikmaður Evertón. Geti ég nokkuð fengið að tala við yfirmanninn? Já, einhvern sérstakann. Bara einhvern sem stjórnar þessu hana? Já, einhvern blik, seppa sér við. Takk hérlega. Geðveikt erfiðu bara strax. Gylfi Þór Sigurðsson heiti ég, leikmaður Evertón, getur fengið að tala við sem ræður hana. Góð byrjun, ánægði með þetta. Mér líður svo illa, maður, þetta grínast í mér, sko. Sæðlaður, það er engin yfirmaður á söluskiptunum helgar. Er þetta varandi hótelið eða er þetta varandi spæð? Þetta er sem sagt fyrir hóteli. Fyrir hótelið, veistu hvort það sé Retreat eða Selja hótel? Er ekki betra hóteli skemmtilegra? Jú, það er ekki, jú, það er glæslegt. Það er svona, bara yfir og það. Bara átti ég ríkur og frægur og eitthvað og svona fínt að vera þar. Já, það sjá hvort það sé við, einhvern veginn. Sko, ég fekk svita baki hana, maður. Ég er öllu vann. Ég kom ekki inn núna. Já, ég fíla það. Ef þú færði ekkert í gegn, þá talar bara við hann. Receptionsteinun. Góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég er að hringja verðandi, ég ætla að fá herbyggja hjá okkur eða svítu. Veistu ekki örugglega hver ég er? Ef ég var alveg hreinskilin, nei. Ok, ég heiti Gylfi Þór Sigurðsson og spila fyrir Evertón í Englandi. Já, sæl. Já, góðan daginn. Ég var að spá í með svítunar hjá okkur sem liggja á vatninu. Já, einmitt, það sem er engalónunum þá, eða? Já, einmitt. Já. Spá í hvort þið væri með eitthvað laust bara á næstunni. Ertu að meina í dag eða ertu að meina hvenær ertu að meina? Já, bara í dag á morgun. Við eigum ekki neina svítu með engalón í dag. Ok, hættu þessu. Í alvöru? Já. Ok, en sko hættu þessu. En ég Gylfi Sig, sko. Já. Því miður er bara búið að bóka þér, sko. Það er búið að bóka allt, ok. En á morgun, en næstu dag? Má ég sjá. Hvenær er næst laust hjá okkur? Ég var á landinu í nokkra daga. Alveg í viku eða 2 vikur. Herðu, það gæti verið að vera eitthvað laust núna á miðvikudaginn. Ok, það er bara perfekt. Ok, ég get sem sagt ekki bókað þetta gegnum síma, þannig að ég þurfti að byrja að bóka þetta annarkvist á heimasíðunni hjá okkur eða senda e-mail. Ok, en hvernig myndi virka það? Ég myndi náttúrulega vilja fá þetta frítt og engar no photos eða svona á Instagram. Ég held ekki að vera að auglýsa þetta neitt. Nei, sjálfsög ekki, sko, en ég get ekki ákveði hvort þetta verður komplimentri eða ekki. Ég hef bara ekki authority til að gefa það því miður. Hættu þessu. Okay. Já, ég veit það. Því miður, ég er bara stóð sem ára gólfi, sko. En það er engin yfirmaður hann eða neitt sem er að vinna núna? Þú þurfti þá eiginlega bara að fara gegnum söludeildina hjá okkur. Þú getur bara sett e-mail og það er... Ég get bara látið þér vita bara það getur svarað í dag. Það er einn sem er á bakvakti og setur bara high priority á mailin. Ok, þetta gengur ekki. Ég vil fá þetta frí. Já, þá verður bara að tala um þær. Já, bara getur ekki gefið mig samband? Nei, ég er ekki með neina bakvakti í síman. Hún er bara bakvakti í e-mailinu til miður. Já, ekkert mál. Nei, þau. Þá bara sleppu þessu. Eigið við góðan dag. Ok, sömuleiðis.
Ég held að kemur, það hefur verið Við erum að hrósa Gylfa þarna, þetta var virkilega ófæðið Tindal og hann fór all in. Djúvillig mér illa hluta. Ég verð að gefa honum þetta samt að vera í þetta. En sko, hann hringdi svo persónulega, hann var með svo mikið bömmir að hann hringdi sjálfur í blá lónið til að tryggja að vissu að þetta flip fór vel í hann þegar hann rendi inn 2 mörgum og Já, hann hafði gott að þessari stekkin 2 geggjuð mörg og að fara að renna inn síðan í Liverpool á sunnudaginn næsta Við óskum Gylfa allsins besta. Þá þessum þætti lokið þennan föstudaginn. Það 1. mars. Vonandi ekki góða helgi. Ég minni á eða ætla að horfa á Arsenal Tottenham á morgun þá Keiluhöllin með bestu aðstæðan á landinu til þess og bara ekki United Southampton á morgun. Jú, og svona stóra leikurinn í enska helgin Tottenham Arsenal Lundunarslagurinn í hátteginu á morgun. Var að segja það. Og svo ætti að vera 3 punktar hjá okkur United-mönnum. Þetta vera þægilega leikur. Ég fekk leiðilegasta leik í sögu fútból United Liverpool. Hvernig var það svona? Já, mjög leiðilegt. Það er bara, ég aldrei skemmt með 90 minnur voru hundleiðilegar. Allt fyrir auðvitað það var great. Það var ekki samt geðug stemming á vellinu? Jú, þetta stemning að sturlu. Þau sungu allan tíman Óla. En leikurinn sögt. Hann var ekki góður. Egið góða helgi, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustunna og við verðum mættir hér eftir nákvæmlega viku. Egið góða helgi.